Hér byrjum við á léttu lagi með vinum okkar í Stuðmönnum. Við erum búin að meika það. Og myndin allt á hreinu. Þannig ekki þegar þið fóru til, þeir heldvorlegandi Köpen en enduð í Oslo. Sunguðum dönsku fjöllin sem tók á móti þeim. Já. Og svo voru menn spurði skýringa á því af hverju þeir fóru þarna út og þá kom svarið í að Grindvíkingarnir fóru út hér. Velkomin, Sigurður Kári Kristinsson, Sigurður Andersen. Takk fyrir. Takk fyrir búið. Dættu hug að byrja þessu lagi svona til að, svona í tilefni Evrópuleiðangurs ríkisstjórnarinnar. Já, við erum búin að meika það. Já. Kemur ljós, sjáum til með það. Já, ég held að utanríkisráðherra telji sig bara hafa meikað að komið fram með þessa tillögu. Já, líklega. Það hefur greinilega reynt mikið á hana. Já. Þannig að hún telur þetta ábyggilega mikið persónulega sigur fyrir sig og allt í lagi. Ég meina, ef henni líður betur með það, þá skal ég alveg gefa henni það, sko, en þá kannski til þess að hætta hér. Hún búin að meika. Viltu valdeflana í því? Já, ég meina, þetta komið fram, en hún hefur átt bátt samt undanfærið. Það ber þetta mál greinilega ein. En þetta hefur verið svolítið átak hjá henni. Já. Mér finnst hún reyndar ekkert bera sinni þetta rosalega vel. Ég fylgdist með henni ég fylgdist með henni í Silfrinu, það sem að flestir forystumenn stjórnmálaflokkana voru, ekki allir, flestir. Já, flestir í lykilorð þarna. Já, og sko, Þorgerður birtist mér ekki þarna sem svona stjórnmálamaður ráðherra sem var að bera fram sitt stærsta mál á þingferlinum, sko, og ráðherraferlinum. Heldur fannst mér hún vera svona frekar órugg og pirruð yfir því að það væru gerðar einhverjar athugasemdir og svona ekki sigri hrósandi eins og menn eru oft þegar þeir ná að leggja fram, koma í gegnum ríkisstjórn sínu stærsta hjartansmáli. Þessu tilviki er þetta náttúrulega risastórt mál í hennar huga vegna þess að hún gekk auðvitað úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn var ekki sammála henni í Evrópumálum og þau stofnuðu sérstakann stjórnmálaflokk þetta eina mál og svo kemur það loksins fram og þá svona, finnst manni hún ekki vera sigri hrósandi og þar fyrir utan að máli kemur til umfjöllunar í þinginu, forsætisráðherrann tekur ekki þátt í umræðinu og daginn eftir utanríkisráðherrann floginn til Washington til þess að sinna einhverjum öðrum erindum og eftirlætur sko þinginu og einhverjum undirsátum sínum að fylgja málinu eftir. Ég var nú að þingi í einhver ár og ég man ekki eftir því að einhverjir ráðherrar á þeim tíma hefðu lagt fram stórmál sem deilur voru og yfirgefið síðan bara svæði. Láta svo bara hverfa á ég bara hef ekki séð svona lagað Svona mic drop bara farið en umræðan var skemmtileg. Já, við munum taka smá vingil á þessu eftir. Það vætti athygli mína og fleiri reyndar í vikunni, ég held að tengist þú ekki ESB-málum en það var samt fróðlegt að fylgjast með því að við sáum að Ríkissjónvarpið að þeir eru búin að setja fyrirvara á alla sína fréttir. Þú fyrir það verið, eða hvað? Nei, ég veit ekki hvort að þú veist, fréttastjóri sagði þetta væri tilraun? Já, og svo sagði hann sko að þetta væri til að minna lesendur á vinnureglur okkar og af hverju þeir eiga að geta borið traust til okkar. En tilraun til hvers er þetta? Er þetta tilraun til þess að reyna að vera óháð og flytja fréttir með trúveruleika og óhlutdrægni í fyrirrumi? Eða er þetta tilraun til þess að telja fólki trú það? Þeir sem eru að horfa á þáttinn sjá hérna á skjánum sko að þessar klausu sem er núna að finna öllum fréttum RÚV á netinu. Svo kíkir maður hérna á vinnurreglunar sem eru örgulega margar blaðsur og myndi setja í vörðskjal. Mér dætti hugkort að menn ætti ekki bara að lesa þetta alltaf eftir allir fréttatíma. Vera bara svona upplestur á vinnurreglunum. Útastímum og myndi aðeins þrengja dagskránina þetta sko. Það kemur kannski svona eins og í kreditlistanum í lokin þessar fréttir hafi verið byggðar á trúveruleika og óhlutdrægni. En sko þegar menn þurfa að taka svona fram þá þetta eitthvað að. Já, jú, ég myndi halda það. Það væri einhvern veginn. Og það hlýtur að vera ástæðan fyrir því að þessar vinnureglur eru birtar
að þau hafa fundið fyrir því að það gera einhverjir athugasemdir við efnistökin og framsetninguna á fréttunum. Já, það hægt að gera það næstu í daglega, sko. Já, en sko, þú verður ekkert óhlutdrægur með því að setja einhver svona orðinir á blað, þú bara aflar þér trösts með verkum því. Með tímanum. En svo má velta verið sér, RÚV alveg óháð öllu? Þeir eru háð í ríkinu allan daginn. Það var ágætið maður sem benti það fyrir nokkrum árum. Í hittifyrra minni mig, að RÚV var nú hluti af hluti af þessu styrk sem að ESB, að því að ræða ESB að svo eftir, veitti hér nokkur stofnunum hér á landi, 3,5 milljarðar krónar styrk til að tryggja vatnsgæði á Íslandi. RÚV fekk hluti af þeim styrk til hvers, til að, hvað ætlar RÚV að gera í því? Flytja fréttir vera með einhverju umfjöllun vatnsgæði og einhverja tilskipanum frá Evrópusambandinu, ég veit ekki, þetta er auðvitað með miklum ólíkindum, en þetta er einmitt eitt dæmi að mörgum, þar sem að Evrópusambandi er að styrkja hér ég meina menn og málefni kannski Já. Og ég veit ekki hvort það hægt verið að kalla særa fram einhverja bara upplýsingar það hvar svona fjárframlög Evrópusambandi, hvar þau hafa lent, það er auðvitað, við þekkjum auðvitað svona rannsóknarsjóði og vísindarsjóði og það er svo sem gert í einhverju samstarfi við tilheyrandi stofnanir hér á landi háskólana og þess áttar, ég er nú ekki að tala það heldur einmitt þessa svona styrkveitingar eins og þessa eins og til einhverja kannski Evrópuhreyfingar hérna eða Evrópusambandið lét nú eitthvað fyrir að hendi rakna minnum alveg örglega þegar að við áttum í aldaviðræðum við Evrópusambandið á sínum tíma þá rann eitthvað fyrir frá Evrópusambandinu inn til einhverja stofnana hérna örglega eitthvað erðnamert sko auðvelda viðræðunar eitthvað en þetta er tvímælalaust þess verið að skoða aðeins þannig að menn átti sig á þessum ítökum en þetta til RÚV sérstaklega var auðvitað mjög undarleg styrkveiting. Ég var að koma inn hana fyrirvara, mér finnst þetta svo skrítimál. Já. Þannig að en við skulum ekki verja eða eyða almenna reglan er svo að þeir sem að þurfa að taka það sérstaklega fram að þeir séu góðir. Þeir eru ekki góðir. Já. Með því munið eftir því þegar Össur Skarphéðinsson var hérna aðalmaðurinn í hérna samfylkingunni og var hér ráðherra. Það var mikið úr því gert að hann þyrfti að taka það sérstaklega fram þegar hann ætlaði að vera ærlegur. Nú ætla ég að vera nú ætla ég að vera fullkomlega ærlegur við þig og þá túlkuðum með það þannig að hann væri þeirra gerðar að hann þyrfti að taka það sérstaklega fram ef hann ætlaði að vera ærlegur og mér finnst þetta er þetta ekki líka svo eins og þetta að vera svolítið svoleiðis en þetta með hennan vastyrk, ég skil ekki til þessu. Nei, það var bara eitt svona dæmi það, þú veist, hverjum eru RÚV háðir og hverjum ekki, sko, þú veist, það má velta því upp. En þetta er þetta ekki svona svipað þegar fólk segist vera með svo sterkar réttlætiskennd? Jú. Eða ríkar réttlætiskennd? Jú, það er dálítið þannig. Tekur það fram, sko? Já. Þannig að Já. Sigríður, þú með ríkar réttlætiskennd? Jú, heldur betur. Svo eru sömu ríki sem að nefna sig, sko, eftir líðræði eða líðveldi eða einhverja slíku eins og alþýðu líðveldið Kína það má nú deila um það hvort að það á við í því tilviki sko. Já. Heldur betur. Hér erum við veitingar frá vinum okkar í kjötkompaníinu. Já, ég held að Já, þetta glæsilegt. Ég var búin að segja ekki svo vel. Þú varstu búin að? Já, ég sagði þetta rétt og íttum á upptöku. Já. Þannig að þið bara vaðið í þetta. Já, takk fyrir. Þetta er vont sjónarsamt. Já, það kemur í ljós. Já, þetta er vont sjónar. Þú getur látið þetta líta vel út. Já, ég er reyni. Spennandi að horfa á þig. Innbyrða þetta. Engin pressa. Það væri verra sjónvarpið við myndum þegja á meðan og bara horfa á þig bara. Nei, þið talið. Já. Þannig að Þetta er eitthvað voða lekkert. Þetta er glæsilegt. Þeir eru þetta er frábært fyrirtæki. Já. Óbáslega. Já. Og ég er alltaf að reyna að auka það að fara á mánudum. Já. Kaupa eitthvað á grillið. Því að þú ert nú alltaf að hvetja okkur til þess að gera það. Menn hlýða því. Já. Ég er svo mikill íhaldsmaður að maður er alveg fyrir það að vera með soðna ísu og kartöflur og þrumar á mánudögum. Ég þarf aðeins að fara að breyta því. Vinir mínir í sjávarútvegi voru aðeins að kvarta í mig sko undir þessum daginn. Ég var að hvetja fólk til að fá sér kjöt á mánudögum. En þú veist, ég benti á að það eru líka miðvikudagur, fimmtudagur sko, það má fá sér fisk þá. Já, það eru fleiri dagar í vikunni. Það er rétt. Það er nú er ekki humar hérna á einhverjum snittum þarna? Já, það er humar hérna og kjöt þarna. Það er sjávarfang hér líka? Það er allt þarna sko. Já, þetta er bara glæsilegt. Heldur betur. Herðu,
Sko, já, ESB, þú veist, ég skal alveg viðurkenna það, maður með svona smá, þú veist, þegar við fyrir að ræða ESB-mál og þess ESB-umsóttu, við skulum bara kalla þetta réttu nafni, við erum bara að fara inn í aðlöguna viðræður, öllu óbreyttu, þar að segja ef að þessi þjóðarakarkasla 29. ágúst fellur þannig. Það sem ég ætla svona, það sem er að velkjast hjá mér er að eru að fara að ræða þetta næstu 6 mánuði, sumarið að fara, eru páskarnir og vorið og sumarið að fara í þetta? Ég veit ekki hvað þú ætlar að ræða, en ég meina við á þinginu... Ég er að spyrja ykkur. Já, þingir að þetta ekki allt sumar, það er alveg ljóst. Er það ljóst? Já, ekki með þingdagskrána. Nei. Er það gýraði upp í málþóf? Ég er ekkert að gýra mig upp í það, nei, menna, það er núna fyrsta umræða, sem er nú alls ekki málþóf, hún er ekki málþófstæk, en henni er ekki lokið og við byrjum mánudaginn á umræðum þetta, vænti ég, mögulega þriðjudaginn, en það eru takmarkað tími sem menn hafa, þannig að þeirri umræðu líkur bara eðli mál samkvæmt, en það hefur verið þetta hefur verið mjög skemmtilegar umræður, einhverju stjórnarþingmenn hafa tekið þátt, ekki mjög margir sem hafa tekið þátt með ræðum, þeir hafa þó nokkur gert það og ég held að það hafa verið hátt í kannski 40 þingmenn á mælendaskrá þegar mest var. Þannig að það voru auðvitað einhverjir stjórnarþingmenn líka og svo tóku þátt í andsvörum og þetta var bara mjög skemmtileg umræða og þegar maður hlýtti á hana sem ég held að mjög margir hafi gert, ég fekk bara mikið að skilabóðum, hitti fólk daginn eftir sem hafi verið að horfa kvöldið og þannig það er svona nokkur áhugi á þessu og þetta fór mig kannski skemmtilega, það er svona styttir ræður heldur en í lagafrumvarpum og það bara kom upp svo margir punktar að ég bara fyrir mitt leyti sko. Ég held ég hefði náða að drepa á kannski svona 2 punktum sem að mér finnst brýnt að ræða í þessu máli og að því maður er að reyna að koma að í fyrstu umræðu, fyrri umræðu tilfelli þingsáttun til þá maður er að reyna að koma að punktum sem að maður vill að nefndin síðan taki upp og fjalli nánar og leggi fyrir þingið í seinni umræðunni. Þannig að ég er bara náða að koma, ég er bara búin að halda eina ræðu, ég átti minna seinni ræðu, einhverjum einu með 2 punktum, en ég er bara með konkrétu spurningar, sko, sem að ég vil bara utanríkismála nefnd, bara svari. Og aðrir voru með eitthvað alltaf aðra spurningar og menn eru auðvitað setið í samhengi við landsbyrna líka og sko svona bara efnislega aðaldað Evrópusambandir þótt að það sé hafi lítil umræða kannski farið fram efnislega, sko efnisjá, það er að segja aðaldað Evrópusambandir. En er ekki það sem það snýst um? Jú, en við erum bara áður en að því kemur er hins og svo margar spurningar bara formið á þessu. Bara það að leggja þetta fram á föstudags eftirmiðdegi þessar þingsályktunartillögu og bara hjóla síðan strax í umræðan á mánudegi. Ég meina, ég spurði til dæmis bara og mér finnst þetta, nú tekja fram mér þetta heiðarlega spurning, en allar aðra spurningum mín eru heiðarlegar. Enda með ríkar allanski. Já. Ég bara spurði ráðarinn, af hverju mátti þetta bara ekki mál koma fram, fá að liggja, þess vegna bara í janúar, eða þess vegna í haust, fá að liggja aðeins inn í þinginu áður en það mælt fyrir því. En þetta hefur verið sá bragur. En útskýrðu hlustunum, hverju breytir það? Það breytir því auðvitað að þingmenn hafa þá tækifæri til þess að setja sig aðeins inn í málið áður en að umræðu kemur. Þeir kunna margir þingmenn, þú kunna þurfa að leita sér kannski einhverjar leita ráða, fletta upp leggja í alls konar rannsóknarvinnu til þess að fyrsta umræðan verði eitthvað svona efni í henni, eitthvað á henni að græða. Og það er ekkert ég veit að Siggi mann eftir þessu áður fyrir, það var bara mjög algengt menn bara lögðu fram málið, komið fram einhvern veginn inn á eftir heimasíðan tók til starfa, þá kom bara málin fram þegar þau eru lögð fram og svo var bara einhver gangur á því hvenær þau kæmust á dagskrá. Það var alls ekki þannig að þau kæmust strax á dagskrá að þurfa að liggja nefnilega 2 sólarhringa, að þau kæmust á dagskrá fyrir 2 sólarhringa. Ég meina það gat alveg verið, vika, 2 vikur eða eitthvað svoleiðis, þannig til að forsetið setti málið á dagskrá. En í þessu máli var það þannig að þetta utanríkisráðherra og það er þarna 3
stelpunar okkar, eins og það kalla sig, það er kynnt á blaðamannafundi ekki með einhverja kvenfyrirlitningu í hádeginu. Guðanabænum ekki vera með svo kvenfyrir. Nei, ég er ekki að gera það, alls ekki. Ég er að lyfta þeim upp, stelpunum okkar með þessu. Það er kynnt á blaðamannafundi á hádegi, kynntu þingmál. Sko áður en, jafnvel, að þingmenn stjórnarflokkana fengu málið til sín. Það var ekki búið að afgreiða málið út úr þingflokkum stjórnarflokkana þegar það er blesu til blaðamannafundar. Þetta er alltaf eitthvað svo skrítið og svo fer inn til þingflokkuna og það er bara, held ég bara sameiginlegu þingflokksfundur hjá öllum þingflokkunum sem er líka skrítið í svona stóru máli að sameiginlegur þingflokksfundur afgreiði út mál að það sé ekki hver og einn þingflokkur sem gerir það. Ég held mér, ég sá í fréttum einhvern mynda einhvern svona sameiginlegum fundi. Ég ætla ekki að fullera en mér sýndist að vera. Ef það er þannig þá er það mjög skrítið. Og síðan einhverjum klukkutíma setna þá er þetta sett á heimasíðu þingsins og við óbreytti þingmenn í stjórnarlandstöðu þurftum að lesa málið þar. Fá SMS-skeitið, þetta er komið og þá flettu þessu upp. Og svo er þetta ferð í umræð. Bara þetta er alltaf mjög skrítið. Af hverju var þetta ekki bara lagt fram í haust? Já, af hverju heldur það ekki gert? Já, gæti það verið út af grásleppumálinu? Nei, gæti það verið út af grásleppumálinu? Ég held sem miklu frekar út af bara efnahagsástandinu. Þeim hefur mistekist að takast á við stærstu áskorunar í landstjórninni sem eru verðbólga og vextir og efnahagsástandi bara almennt og þá er þessu slengt fram til þess að breyta umræðinni. Það er allavega mín kenning. Ég held að með fullri virðingu fyrir grásleppunni að þá sé hún ekki það stórt mála að hún leiði til þessa. Nei, en ég held bara að flokkur fólksins hafi neitað að afgreiða þetta mál út úr sínum þingflokki nema að vera búin að fá grásleppuna í gegn. Og bara ekki samþykta. Já, samþykkt sko. Þannig að frá mínu bætinu sé finnst mér þetta snúast það, þú veist að við höfum verið að þetta sé eitthvað svona treyt og eitthvað skipti með eitthvað grásleppa sko. Sem enginn er sessinni. En vegna þess að þú tala efnahagsástandi, vegna þess að það hefur legið fyrir, samt, það er í ríkisstjórnarsáttmálum að þessi þingsáttmála til átt að koma fram. Hefur legið fyrir. Og sérstaklega í því ljósi skilji ekki okkur með leggja hann ekki fram og leyfinni aðeins að bara þroskast og gagvart almenningi líka að leyfa almenningi aðeins að venjast tilhugsuninni. Það er að tala þetta mál með mjög svona yfirborðskendum hætti, þú veist, og í frösum eins og við svo rakið áður. Ég minna, þú veist, við líka bara treysta þjóðinni og þjóðin fara að velja og svo tala einhverjar birtingamyndir af vexti og verðbólgu sem eru mjög ólíklegar og þú veist, þetta er einhvern veginn svona, þú veist, menn ætla ekki ég fullir það bara, menn ætla ekki efnislega umræðu hvað það þýðir að gangin í ESB. Það er það sem að mér finnst einkenna svona stjórnarhætti þessara ríkisstjórnar. Það er að segja að þá að leysa öll mál og reka öll mál áfram á einhverjum innihaldslausum frösum í staðin fyrir að fara í umræðuna á dýftina. Þetta var gert til dæmis með sleggjuna, síðan í efnahagsmálunum þá er talað um einhverja hluti sem að ekki standast og nú kemur fram risavaxin mál sem að varðar þjóðarhagsmuni og þá er reynt að halda því fram að við séum í rauninni að fara að kjósa eitthvað annað. Þær treysti þjóðinni og þjóðinni bara fá að ráða og við treystum ekki þjóðinni sko. Í staðin fyrir að gera þetta eins og Sigríður segir, það er að segja að leggja málið fram með einhverjum fyrirvara, leyfa því aðeins að þroskast og leyfa bæði þeim sem eru á þingi að ná utanum álitaefnin og sömuleiðist þeim sem eru að fjalla það og þær gerðu sér almenningi og þær gerðu sér engan greiða með því að leggja málið fram í þeim búningi sem það er lagt fram vegna þess að ég las þessa þingsályktunartillögu og hún er hvorki fuglinn í fisk hún er mjög stutt og efnisrýr og þegar þú leggur málin fram þannig búin þá skapar þér miklu fleiri vandamál heldur en þú leysir. Þegar ég les þessa þingsályktunartillögu þá eru alls konar spurningar sem að vakna hjá mér. Það er til dæmis ekkert minnst á það hvaða kostnað þetta hefur í för með sér. Ég veit ekki með hvaða markmið ríkisstjórnin er að fara vill fara í þessar viðræður. Hvaða skilyrði hún ætlar að setja og hvar hún ætlar að draga línuna í sandin og segja við Evrópusambandið þetta þessi atriði munum við ekki gefa eftir. Þú getur ekki lesið neitt af þessu út úr þessari þingsályktunartillögu.
það er engin greining á okkar hagsmunum, það er engin greining á kostnaði og það er engin umfjöllun það að því að málið þetta varðar sko framsal og fullveldi, það er engin greining á því hvað það þýðir til dæmis varðandi breytingar á stjórnarskrá. Það þarf að breyta stjórnarskráni vegna þess að þetta er framsal á fullveldi. En það er ekki gerð nein tilraun til þess að fjalla það í málinu. Svo segir þessi í greinargerðinni, það eru mörg dæmi það að ríki hafi fengið undan það frá hinn og þessu. Og akkur er það ekki bara rakið í greinargerðin? Akkur þarf maður eitthvað að særa það fram, reyna að særa það fram hjá okkur óbreyttu þingmönnum sem vita ekkert í þessum hausi, hvorki uppni niður, kunna ekkert í þessu máli og menn að slengja fram einhverjum dellu dæmum sko, sem að varða þetta ekkert sko, hagsmunir Íslands eða er ekkert í líkingu við þá hagsmunir eða undan þá sem að við myndum vera að kalla eftir. Akkur er þetta ekki bara sett í greinargerðina? Alveg furðulegt. Og í staðinn fyrir að gera þetta svona, þá er farið í það að segja við treystum þjóðinni og reyna að láta hlutina líta út þannig að við séum að fara að greiða atkvæði eitthvað annað heldur en að Íslandi eigi að ganga í Evrópusambandið. Er það ekki bara til að sitta þessi leið í því? Jú, það er auðvitað gert og líka til þess að reyna að takmarka mótstöðuna. Ég meina, auðvitað við treystum öll þjóðinni og hver vill ekki taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu en þegar þú ert með mál af þessu tagi þá getur ekki látið eins og þetta sé bara einhver þáttaka í einhverju Gallup-könnun sem að hefur engar afleiðingar í för með sér. Vegna þess að ef að niðurstaðan verður já, þá hefst aðildarferlið. Þá fer allt stjórnkerfið í það að breyta lögum til þess að uppfylla skilyrði Evrópusambandsins fyrir inngöngu. Og það er auðvitað bara það sem gerist þegar kafli er opnaður, eins og sagt er. Alveg svo við höfum dæmi, menn það er ekki eins og við sem að þetta hafi ekki verið prófað hérna. Nei. Þetta var prófað hérna í 2-3 ár og þá fór í gang heilmikil aðlögun, meðal annars til dæmis í bara svo nefninu og eitt mál að handahófi í loftslagsmálum, með ETS-málunum öllum. Það var allt innleitt á þessu þegar á viðræðinu stóð. Það var komið hérna og breytt íslenskum lögum, sett nýju lögum loftslagsmálin og viðskiptakerfi losunarheimildir, allt þetta. Og enginn hafði augun á boltanum þá í þeim efnum að því menn voru uppteknir að horfa á einbeita sér að þessum aðildarviðræðum. Og þannig bara slætaði inn var það ekki bara hluta af aðlögunarferlinu? Jú, þetta var sjálfsögðu hluta af því. Já, svo er gefið í skyn sko að þessar samningaviðræður séu eitthvað annað heldur en þær eru. Að það sé eitthvað að semja varðandi megin reglur sko Evrópusambandsins að við getum einhvern veginn komið okkur undan þeim og það er eitthvað debattur þetta. Þetta finnst mér svo sorglegt í umræðu svona mikilvæg málefni okkar þjóðar að það þurfi að vera sko að rífast einhverja svona staðrendir en síðan er engum sko gögnum eða rökstuðningi sem heldur sko telt fram þessu til stuðnings og maður er sko þú veist, ég tek þátt í umræðum ef ekki að segja á 2 vígstöðum annars vegar skiptir maður sér að einhverjum þjóðumálum eins og þessum og hins vegar fyrir dómstólum maður sem að myndi flytja mál eins og ríkisstjórnin gerir í þessu Evrópumáli fyrir dómi það sem þú þarft að gera grein fyrir sko, staðreyndum, reglum og rökum til þess að ná fram þeirri niðurstöðu sem að þú vilt ná fram. Ef þú myndir gera það með þeim hætti sem að ríkisstjórnin er að gera í þessu Evrópumáli, ég held þér bara vísað út úr dómsalnum vegna þess að þetta er ekki boðlegur málflutningur að mínum mati sem að ríkisstjórnin stendur fyrir. Þess að kallast þeir í rauninni vanreifað. Já, þetta er vanreifað mál að öllu leyti og það sjáðu allir sem kafa ofan eins og til dæmis með það að treysta þjóðinni. Ég meina þú segist treysta þjóðinni, samt ætlar að láta umræðuna fara fram í skjólin nætur yfir sumartíman þegar fjölmiðlar eru alla starfandi og allir eru bara í fríi og nenni ekkert að vera standi í þessu. En þú segist líka treysta þjóðinni en treystið er samt ekki til þess að spyrja hana viltu gangi í Evrópusambandið eða ekki? Það hljóta allir að sjá hversu miklar mótsagnir eru í málatilbúnaði ríkisstjórnarinnar. Og svo er eitt í þessu líka, sko, treystir ekki einu sem þess að sko, halda eins og eina litla ræðu máli og lýsa skoðuninni og þá er ég að vísa til forsætisráðherra sem mér finnst með svo miklum ólíkindum að hafa ekki viljað taka þátt í þessari umræðu
heldur bara nota þetta að hún ætla að vísa þessu til þjóðuna. Þá hlýtur maður að hlusta á þjóðina, treysta á þjóðina. Þá hlýtur maður, og þetta skipstjórinn sko á þessu skipi, og þá hlýtur maður að spyrja sko, ef við gefum okkur það að verði meiri hluti hérna sem segi, já við viljum fara í þessar aðildaviðræður sko, og það verði kannski 30% þáttaka, menn það er ekki eins og ávarpað í þessari þingsáttantillögu. Nei. Og það er enda komið í ljós og var hún að rifja aftur upp og hún staðfesti það held í forsætisráðherra núna, held ég fyrir nokkrum dögum að þær eru ekki á einu máli, allt svo utanríkisráðherra og forsætisráðherra þetta sko, hversu mikið vægi við bara hvernig aðkvæðagræsla var í stjórnarskrona á sínum tíma, það var ekki mikið þáttakað það. Já, ég meina því að forsætisráðherra hefur lagt á það. Menn er það að rífast túlkurinn á þeirri kosningu. Já, forsætisráðherra hefur lagt á það að það þurfi auðvitað verulegan svona einhvern aukin meiri hluta eða verulegan stóran hluta þjóðarinnar til þess að koma landinu hérna inn í Evrópusambandið. En hvað finnst henni það, sko bara þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að núna blasir við, sem bara sem aðildarviðræður, á það að vera, gæti, 20% þjóðarinnar ákveðið að hefja þessa aðildarviðræður. Þetta er svona formið, en svo vantar líka... Sko... Svo segir hún líka, að því hún var að spura þinginu, hver er þín afstæð? Ég ætla ekki að lýsa afstöðum minn núna. Hvernig er hægt að vera forsætisráðherra í landi og get ekki lýst afstöðu, hvaða skoðun hefur á því hvort að landið eigi að ganga í Evrópusambandið eða ekki. Mér finnst þetta með miklum ólíkindum. Það er þetta, en síðan líka bara þessi kjarnadrið, þú ferði kjarnan og spyrður á þeirrana, af hverju eru það að þessu? Sko, Evrópa og Evrópusambandið stendur í ljósum logum efnahagslega, ef svo má segja. Það hefur verið mikil niðursveifla þar og þeir eiga í miklum vandræðum. Hvers vegna ættum við ríkasta þjóð í heiminum sem er með mjög hagstæða samninga við Evrópu getur átt í samskiptum við og viðskiptum við Kínverja, Suður-Ameríku, Indverja, Bandaríkin. Hvað er í því fyrir okkur að ganga þarna inn? Ræðum það nú aðeins. Ég hef ekki ennþá heyrt neinn samfærandi rök frá þessu ágæta fólki fyrir því af hverju við ættum að breyta Eina svarið sem hefur verið nefnt er við fáum sætið borðið. Við hvaða borð og hvaða sæti er það? Jú, það er 1,8 þingmaður á Evrópuþinginu og fámennir ráðherraráðinu, ekki það og ekki 0, eitthvað í framkvæmdastjórninni. Svo gerist það nú bara í fyrradag að þarna þessi kona hérna með hárgreiðsluna hérna, von der Leyen, já. Hún kastar sprengju inn í þetta og hún er bara ábyggilega með þekkir nú ábyggilega þetta apparat ágætlega. Hún segir sko, Evrópusambandið er komið akkur endimörkum þegar kemur að þessari einsleitni og það er að segja þessi samstöðu og hún er að kalla eftir því að menn fari að hverfa frá þessu að það þurfi öll ríkin að sammælast allt og hún er bara að segja að það þarf bara að vera þannig að meiri hlutin eða stærstu ríkin ráða. Þannig auðvitað er það. Við vitum það alveg. Hún er nefnir þetta sérstaklega þegar kemur utanríkismálum og núna er allir hérna upp á afturfótunum í Brussel og Evrópusambandinu og hérna hver á móti öðrum í þessu og alveg furðulega kannski svona pólitíska línur í þessu sko, menn það er ekkert að vísa hann róa í því. En staðan er sem sagt svo að Evrópusambandið sjálft veit ekki hvort það er að koma eða fara eða hvaðan það er að koma eða hvert það ætlar að fara. Það ríkir algjör svona upplausn í dag í skipulaginu og þá ætla bara íslenski ráðherrar að eyða tíma og peningum í það að ræða þann möguleika að ganga inn í þetta. Þegar þeir eiga að vera að sinna öðrum og meira aðkallandi verkefni. Við reynum allan að gera okkar hér í þjóðmálinn til að stuðra upplýstri umræðu. Við vonum hjört í þætti þetta mánudag sem fórum svolítið ítarlega yfir þessi mál og munum alveg fylgja þessu eftir eitthvað. Ég sé að vinnir okkar á Epic Bet, þeir eru nú konum við stuðul og kannski bara í framhjöröpi skjóta þetta í fjármálanefndar að þetta er nú ekki auglýsing fyrir Epic Bet, þetta er bara eini stuðul sem að Íslendingar hafa aðgang að varðandi þessi mál. Að þeir spyrja, munu Íslendingar samþykkja aðildarviðræður að ESB og samkvæmt þessu þá er nú bara líklega, þá er líklega sko. Stuðulna það 1,7 með 2,25 að neitt. Auðvitað eins og staðin núna. Eins og menn spyrja, já, ég meina auðvitað þú spyr fólk þú veist, viltu ræða við eitthvað fólk sko? Já, ég meina, okkur ekki. Það þarf auðvitað að draga það fram í dagsljósið að svona aðildarviðræður
kosta marga milljarða. Þeir kosta marga milljarða. Kostar líka óbeint. Fyrir utan vinnun og fókusin sem verður kannski endilega metið til fjár. Fókusin og fyrir utan það að þessar aðildarviðræður eru ekki bara viðræður hey, hvað segir þið sko? Þetta eru aðlögunar viðræður. Á sama tíma munu verða slætað inn í íslenska löggjöf alls konar lagabreitingum til þess að uppfylla kröfur Evrópusambandsins í alls konar málum. Alveg eins og var gert með loftslagsmálin og losunarkvótana og viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarkvóta. Þetta mun fara fram og almenningur mun ekkert fatta þetta sko. Og þingmenn ekki heldur þeir verða með fókusin að horfa á að menn ger ekki í brækurnar í einhverjum aldaviðræðum sko. Já. Nei, ég er alveg sammála þessu sko, það er allir til í að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu, það er nú bara svona góð stemming í tengslum við það. En ég held að þegar almenningur fer að átta sig á því hvað raunverulega felst í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvaða afleiðingar hún getur haft, að þá muni þessir stuðlar mögulega breytast. Já, ég held að það sé verkefni ykkar fjölmiðlamanna og ykkar stjórnmálamanna og þú veist allra sem að taka þátt í þessari umræðu að tryggja það eða í rauninni að koma í veg fyrir það sem að mér finnst að ríkisstjórnin sé að reyna að gera núna strax í upphafi þessa máls. Það er í rauninni að gabba fólk til fylgilags við einhvern málstað sem þær eru að reyna að halda fram. Með til dæmis að koma því inn hjá fólki að þeir sem ekki vilja samþykkja aðildarviðræður, það sé fólk sem að vilji bara ekki vita neitt. Já. Þeir sem segja ég segi já að því ég vil vita hvað er í gangi. Þeir sem segja nei, það er fólk sem að vill ekki vita neitt. Þetta er auðvitað óheiðarleg framsetning, óheiðarleg kynning á þessu máli, en svona bara því miður hefur kynningin verið af hálfu ráðherrana. Já, en þetta bara við þessu er einfalt svar. Það er bara gilda reglur í Evrópusambandinu. Það eru lög og reglur þar. Kynntuður þær bara, þá kemstu þeirri niðurstöðu ef að Ísland ætlar að ganga í Evrópusambandið, þá þarf það til dæmis að undirgangast sameiginlegu sjávarútastefnu Evrópusambandsins, öfugt við það sem Þorgerður segir. Það er óumsemjanlegt og það er bara niðurstaðan. Þá værum við bara að gefa eftir forræðu okkar á okkar helstu auðlindum. Þetta er bara niðurstaðan. Ég held að ef fólk átt að segja á þessu, þá breytist niðurstaðan. Og grundvallar spurningin þessu finnst mér vera og ég hefund verið að spyrja þetta fólk að þessu. Akkur fáum við ekki bara svari við því núna á þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að við getum ekki farið þessar aðildarviðræður án þess að opna sjávarútvegskaflann. Akkur viljum við opna, er eitthvað ástæða þess að opna sjávarútvegskaflann ef við ætlum að standa vörð fullt forræði og fullveldi Íslands í sjávarútvegsmálum. Þá er engin ástæða, ef að menn ætla að gera það, þá er engin ástæða þess að opna þennan kafla. En þá er viðræðan bara sjálf hægt. Nei, ég spyr. Það er bara eins og, þú veist, þú getur bara tekið einfalt dæmi. Það er bara eins og ef að einhver útlendingur sækir ríkisborgararétt á Íslandi og segistu vilja að vera partur okkar samfélagi að flestu leyti. Hann ætla að fylgja sumum reglum en ekki öðrum. Já. Nei, en ég meina slíkri umsókn eru þetta hafnað. En utanríkisráðherra segir þetta. Já, ég er að segja þetta. Og þess vegna spyr ég, akkur er ekki bara til þess að auðvelda okkur til þess að það bara liggi fyrir að það liggi bara staðfesting frá Evrópusambandinu. Já, ok, við þurfum ekki að opna þannig sjávarútvegskafla. Það bara liggur það fyrir. Akkur fáum við það ekki bara fram núna? Já, það var auðvitað það sem kom fram í viðræðunum síðast. Það er að segja, samningsmarkmið Íslands komu fram í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar sem er svona grunnurinn á bakvið þessar umræður og þar voru mjög sverir fyrirvarar í sjávarútvegsmálum. Við ætluðum að halda auðlindinni, við ætluðum að ráða úthlutun aflaheimilda og heildarkvóta og svo framvegis og hafa algjört samningsforræði í viðræðum við aðra önnur ríki deilistofna og svo framvegis og við ætluðum ekki að heimila útlendingum að fjárfesta í sjávarútvegi. Evrópusambandi sagði bara, þetta er ekki frambærileg umsókn. Við erum ekki til viðræðu þetta atriði og þessi skilyrði sem þið setið og þess vegna var kaflinn ekki opnað. En haldið þessi skilyrði hafi breyst? Nei, þau hafi ekki breyst vegna þess að ríkisstjórnin hefur sagt við viljum halda áfram þeim viðræðum sem að hafnar voru. Það þýðir að skilyrðin eru þau sömu og þau voru sem að Jóhanna og Steingrímur settu á sín tíma. 15 ára síðan?
Já, eins fáranlegt og það nú er, svo það nú annar mál að vera að halda því fram og gefa það í skyn að einhverjar viðræður séu í gangi sem að lauk fyrir 13-14 árum síðan. En varðandi þetta sko þá fannst mér nú að kannski sjá örlítið á spilin meðal annars í ræðu þingflokksformann Samfylkingarinnar sem að spurði þingheim hvort að við vissum hversu stóra aflanhlutdeild við myndum fá í uppsjávarfiski. Hvort að við vildum ekki vita það, hversu stóran hlutdeild við fengjum í uppsjávarafla. Og bara, fólk sagði þetta bara, hvað meinar, 100%? Nei, hvað það tala? Nei, þá er greinilega hugmyndin eða einhver ádráttur það. Út af þessu, já. hvort að markmiðum sé breytt. Já, markmið þeirra er breytt hérna hjá ríkisstjórninni. Og þá er það ekki satt sem utanríkisráðherra segir að hún mun ekki gefa eftir Tommu í sjávarútvegsmálum vegna sem miðað við þetta að þá eru greinilega áform það að gefa eitthvað eftir þegar kemur að flökkustofnum í íslenskri lögsögu. Já, það þarf að fylgjast mjög vel með því. Sko. Það þarf að fylgjast mjög vel með því hvernig það er gert, sko. Já, nú skulum þið tala aðeins meira því nú ætlum ég að fá meira svona humar á snittubrauði. Vertu bara alveg ófeim og þetta eru 3. Sigurður, fá þú líka. Já, takk fyrir. Látið bara segja mér. Við megum við því. Já. Ég sáum að Kristrún, hún sko svona falla alls konar ummæli í kringum þetta og svona sem er gert mikið úr og allt þetta. Hún segir til dæmis í vikunni, ég mun selja landið fógdýrt. Það sem hún segja að það verði engin afslutu gefin af aðildarviðræðum. Mætti hún kannski láta bara prenta þetta á bóli, sko, eða bolla. Sigurður, þú varst nú að tjáði þetta og fleiri til og svo sá ég sko að vinstrimenni voru brjálar orðið ykkur fyrir að vera að tjá þetta, vera að rángtúlka hennar orð og mistúlka og veit ekki hvað og hvað. Já. Þú veist, þannig að þetta hefði nú alltaf aðra þýðingu, hún hefði í rauninu verið að segja eitthvað annað heldur hún raunverulega sagði og svo framvegis og sendibúðinu skotinn og þetta allt saman. Nei, það sem að maður er að benda á er, sko, eins og ég sagði áðan, að máli, sko, þetta er stórmál, þetta varðar helstu grundvallar hagsmuni þjóðarinnar, en þetta er líka tilfinningamál. Og það að ég segi við þig sko áður en við förum að spila badminton ég og þú, ég mun selja mig hér sko fógdýrt, ég mun ekki gefa neitt eftir. Það er eitt. En forsætisráðherra þjóðar talar ekki með þessum hætti þjóðarhagsmuni. Það er bara ekki boðlegt. Það er ekki boði og það myndi engin annar þjóðarleiðtogi gera, leyfum mér að fullera. Þessu utan að þá benda menn á ég þetta er nú bara svona orðatiltæki harfið rétt, en þetta er orðatiltæki samt sem menn nota þegar menn í samningaviðræðum og vita og ætla að gefa eftir eitthvað, að gefa eitthvað eftir í samningaviðræðan og þá er auðvitað markmiðið þá að gefa ekki of mikið eftir en menn ætla sér að gefa eitthvað eftir. Já. Svo sá ég að það voru önnur ummæli eins og við höldum svona aðeins að stikla stóri hérna. Sko, þeim ber ekki saman utanríkisráðherra sem að tjáði sig við erlenda fjölmiðla, Politico, sem að reyndar Politico var miðli sem fjallaði fyrst það að þessi atkvæðagreiðsla færi fram í sumar. Það var engin íslenski fjölmiðl búin að fjalla það en það var ekkert búið að tala um þetta hér á landi hvenær hann færi fram. Þorgerður Katrín segir í samtali við Politico að það verði hægt að klára ljúka þessum viðræðum á 1,5 ári. Pavel Bartosek sem er nú þingmaður Viðreisnar og er ekki formaður utanríkismálanefndar. Jú. Hann segir að þetta taki 3-4 ár. Hver hefur rétt fyrir sér í þessu? Já. Ég veit ekki, ég menna við tókum, ég skal ranta þetta. En ég menna hvað tók þetta síðast, 2,5 ár eitthvað svona áður en þetta Nei, þeim tókst ekki að klára sko þau náðu ekki að opna alla kaplana á 4 árum síðast. Þannig að ef að þetta er rétt sem að Þorgerður segir að það sé hægt að ljúka viðræðunum á 1,5 ári sem þýðir að menn verða að tala saman í svona 1 ár, það tekur allavega hálft ár að kalla saman einhverja ríkjaráðstefnu og gera eitt og annað sko áður en að þetta fer raunverulega á stað að þá er hún búin að semja fyrirfram, það hlýtur að vera, þá er hún búin að eiga meiri samtöl við skriffinnana. Er það kannski bara málið? Það hefur enda komið fram að forsætisráðherra hefur nefnt það að hún hafi hitt ónafngreinda menn í Brussel
sem að telja að Ísland sé í góðri stöðu og það sé hægt að semja eitthvað og svona. Þetta til mér eitt af því sem að ég hef kallað eftir að utanríkismálum nefnd kalli fram, sem við hafa að vita við hverja nákvæmlega stelpunar okkar hafa verið að tala við í Brussel. Tala í Brussel. Þetta allavega mjög óraunhæfur tímarammi sem að Þorgerður setur þarna fram. Nema náttúrulega kannski að hún ætti að gera þannig, bara að segja, við ætlum ekki að opna sjávarútvegskaflann. Hann verður bara ekki að opna við semjum ekki neitt í tengslum við það. Og þá kannski kemur í ljós bara þá hvort að Evrópusambandið segir bara nei, já eða nei, sko. Já. Þú vilt vita hvað stelpunar er búin að bardúsa í Brussel. Já, mér finnst, ég kalla hann svolítið eftir því. Það er það er gert tortryggilegt að stjórnmálamenn sé að hitta einhver aðra stjórnmálamenn í útlöndum, þannig ég er nú aðra beint gegn miðflokknum og sjálfstæðisflokknum, en það hefur enginn gengið á þær til þess að fá upplýsingur hvaða nákvæmlega menn það eru sem að tala svona mögulegar aðildarviðræður við eitthvað ríki utan Evrópusambandsins. Það er bara mjög fróðlegt og kannski þessi pólitíkó kannski að gera það, ef að íslenski fjölmiðlar gera það ekki. Ef það á að vera eitthvað traust. Pólitíkó sem er kannski mest með púlsinn á íslenskum stjórnmálum. Já. Sko, ef það á að vera eitthvað traust í tengslum við þessar umræður og ef að Þorgerður ætlast til þess að þjóðin sýni henni það traust að halda fram íslenskum hagsmunum í þessum viðræðum, þá þarf hún að gera grein fyrir sér. Já. Við ætlum að koma að þessum erlendu málafættur, en þeir sem halda alltaf íslenskum hagsmunum, það er vinnur okkur Nóa Sirius. Þið fáið nokkra gjafir í dag. Það er maturinn og hér er eftirréttur, páskaegg. Ég var enda vissi ekki að þetta væri til, Sirius súkkulaðegg. Já. Ég hef keypt svoleiðis. Já, ertu að með þetta? Kona mín var á sín tíma með æði fyrir svona, hvað er það ekki, 80%, svona dökku súkkulaði. Já. Ég get ekki alveg... Þannig ég fann fyrir hana páskaegg úr svoleiði súkkulaði. Það gekk nú hægt á það. Það er að góða við það, sko. Það gengur hægt á það, það er að góða. Svo er þetta bara verið mjólkursúkkulaði. Ég var að reyna að fá Sigurhefnu, fórstjóri Nóa, til að fá hann lið með mér til að segja Íslendinga að ef við göngum með ESB að það verði aldrei aftur páskaegg. Hún var ekki alveg til í að taka það með mér, sko. Já, en byttu kókópassið, það var tekið að marka. Já, það var tekið að marka tíma, já. Þannig þá segi ég bara, er páskaeggið hættur líka? Segjum það. Lakkrísin alveg örugglega. Já, pottet. Þið bara, þið megið deila þessu. Hvernig þakka að kjalla við munum gera það. 4 ekki hvorum bit, hvað sagði þið, getið skiptur þessu 20 eða hvernig þið gera þetta? Já. Frábært. Herðu, þú nefnir tengst íslenska stjórnmálaflokka við erlenda stjórnmálaflokka eða hreyfingar eða hvernig sem það er. Sko, við verðum að koma hérna inn á það sem að ég ætla bara að kalla dylgjur dags hérna meintu magatengingu miðflokksins, hvernig það voru þetta. Ég ætla að fara inn í frumherja og segja endurskoðana við á þetta eða bara taka þetta af götunni. Þetta er mjög skritin umræða sem er falla. En pólitískt séð, ef ég væri hans stuðningsliði, þá myndi ég klappa fyrir honum. Er það? Honum tókst að koma smjörklípu á framfæri. Ég er ekkert viss allir í hans liði klappi fyrir þessu. Sérstaklega ekki í þessari umræðu, ég held að hann hafi ekki verið að gera forsætisráðherra neitt greiða með því að... Það er ekki margir hans liði. En heldur hann hafi eitthvað áhuga á því að gera forsætisráðherra greiða? Nei. Þannig að þetta var svona... Bara í skítinni, talandu dag, svo maður sem hefur mest tjásum Evrópusambandsmál af þingmanna samfélkingarnar. Okkur mætti hann ekki sér á mánudaginn. Okkur var þingmannsmaður sendur. Já, einmitt. Það fyrir ekki þau, þú verður að gera grein fyrir það. Nei, ég tók eftir því að hann kom ekki í aðra ræðu eftir þetta. Það var þetta tekinn fundarstjórn og menn gerðu athugasemdir við þessi ummæli hans og Sigmundur Davíð líka. En þetta er bara, þetta er alveg magnað að einhvern veginn að ætla að gera það eitthvað tortryggilegt að íslenski stjórnmálamenn eða stjórnmálamenn almennt sé einhverjum tengslu með aðra stjórnmálamenn. En hvað var hann aftur að dylgja þarna meirum? Ég man ekki hvað hann var... Já, þetta svona hlustundur hann kallar fyrir menn Sigmundur gera reynt fyrir sínum dyrum. Ég ætla aðeins að koma inn á það, að því að svona til hröð upprifun, þá hefur þetta verið þannig að heimildin hefur verið að fjalla það að þingmenn og meðlimir miðflokksins og einhverju leyti sjálfstæðisflokksins hafi verið í samskiptu við
þingmenn og ráðamenn í Bandaríkjunum, ekki ráðamenn heldur þingmenn og svona starfsmenn ákveðna hreyfinga í Bandaríkjunum sem þá tengjast Trump einhver leyti og Nigel Farage í Bretlandi og heimildin hefur verið fjall þetta svona til að gera þetta tortryggilegt. Sem tengjast, þú hlýtur að heyra hvað þetta er hljóma brjála sem tengjast forseta Bandaríkjanna. Hræðilegt, ok. Ég bara kom með hausöka að rifið upp, sko, en ok, þetta hefur verið svona. Og til að gera langa sögstu það hefur engin fjölmiðl pikkað upp að því að það sjá að þetta er bara bullið í þessu. Og heimildin hefur ekki... Rúf var eitthvað... Rúf hefur lítið komið inn á þetta, en það er ekki fyrir en dagur tekur þetta fyrir þinginu. Og sko, ég ætla bara að segja það að heimildin fjallum eitthvað þýðir ekki að Sigmundur Davíð þurfi ekki að hrinda þessum dyrum. Sko. Þetta er náttúrulega alveg frálegt. Gera það eitthvað tortryggilegt að Sigmundur eða eitthvað annar þingmaður mæti á eitthvað ráðstefnu, sko, sem ég ræðumenn sem beðum að vera ræðumenn og ýmsar ráðstefnur. Ég setti hún inn færslu í gær á Facebook því að rifjast upp fyrir mig, ég átti eftir að birta svo mikið að myndum úr ferð sem við fórum í haust. Mjög góðri ferð sem þingflokkurinn fór til Bandaríkjanna. Við bara fórum í okkar eigin opinberu heimsókn til Bandaríkjanna og fengum fundi með þingmönnum, öldungadeilda þingmanni og þingmönnum og hugveitum, eins og til Heritage Foundation, frábær heimsókn sem við náðum að fara í þangað. Þannig að rifjast upp, en ég setti fullt af myndum fyrir þá sem eru áhuga samir að geta séð að það sé þetta komið upp, myndum af okkur. Og þetta þurfum við að gera miklu meira af. Ég hef reynd að tala fyrir því í áratug meira að við ættum að reyna að fá einhverja bandaríska þingmenn til þess að búa til á þinginu bandaríska svona íslenskan kokus. Það er svona vinahópar, sko. Til þess að auðvelda svona samskipti við bandaríska þingmenn því það er svolítið þungt í vöfum oft kerfið í Bandaríkjunum og þarf að fara í gegnum einhverja kanala til þess að hitta þingmenn og svona þetta er þetta bara stórt, ég meina Bandaríkjun er þetta bara stór og við eigum að gera þetta meira, að finna einhverja þingmenn sem að hafa áhuga á Íslandi út af einhverju, sko, það þarf oft ekki mikið til og fá þá til þess að koma á einhverjum vinahópi þarna úti og vandinn við þetta hefur verið hérna reyndar á Íslandi að því íslenska þingið starfar ekki svona vinahópa eins og kannski þing mörg Evrópu gera og það þarf að vera svona gagnkvæmt en í öllu falli að fórum við þarna í þessu heimsókn og þetta voru framámenn eða öldungadeilda með þingmaður republikanaflokknum og þingmaður líka sem við hittum og Heritage og ég veit ekki hvort þeir eru einhverjir sérstakir makamenn, þeir eru stuðningsmenn Trump og þetta var mjög fróðlegt og við höfum að gera meira af þessu og þetta gerum við þingflokkur miðflokksins getum náttúrulega alltaf farið í svona mikla heimsókn kannski en við einstakir þingmenn notum tækifærið iðulega þegar við erum erlendis að hitta menn og stjórnmálumenn og heimsækja og fara á fundi ef við vitum af einhverju áhugaverðu og ég held að þetta væri og ég segi þetta við þingmenn í öllum flokkum menn eiga auðvitað að gera þetta maður hefði haldið það og í gamla dag var auðvitað kannski svolítið meirum þetta en samfylkingin er nú orðin svo steingeld til dæmis að ég held hún sé ekki neinni hugmyndavinnu sko lengur þannig að og Viðreisn þessi flokkar eru ekkert í neinni hugmyndavinnu þetta er bara allt inn á við og það sem hefur kannski menn hafa skipt út þessum erlendu samskiptum við eitthvað svona hliðarfélög í Íslandi eins og Landvernd og Ísland-Palestína og eitthvað svoleiðis sko, apparat, það sem menn eru í bara því miður, það er ekki sko þjóðinni neinn þægði í því að menn leiti ekki fanga og ræði hugmyndir hvaða flokkur sem þeir úr hvaða átt sem en menn gera það ekki svona vítt. Við eigum þetta, sko, ég hef nú verið í svona samskiptum og auðvitað er það rétt að við höfum að efla tengslin við þingmenn í öðrum löndum og ráðamenn þar. Við áttum ágætist tengsl til dæmis inn í breska þingið, alltaf á sínum tíðum, það er svona Íslendinga eða Íslands vinafélag, að minnsta kosti í House of Lords og sömuleiðis hafa verið einhver tengsl í gegnum tíðina við bandaríska þingmenn eins og Liza Murkowski sem er þingmaður fyrir Alaska og hefur verið lengi og margoft komið hingað. Vinstrimanniska, samt? Ágætis kona og það allt saman en svo skiptir þetta máli hverja þú hittir sko. Þetta skiptir það máli. Ég ætla nú svo sem ekki að fara að ráðleggja miðflokknum í því hvaða makamennan er að hitta en þeir eru nú alltaf sumir frekar skrýtnir en aðalatriðið er að halda góðum tengslum.
ef við förum aftur í þetta sem að Dagur var að gera, þá er þetta svona dæmigerð triks til þess að afvegaleiða umræðina. Og ég þekki þetta sjálfur. Já, það rifjaðast nú upp þú sér að þarna er verið að ræða um Evrópusambandið og í staðin fyrir að ræða það bara efnislega, þá er annarkvort talað undir rós eða sagt beint að andstæðingurinn sé komin í einhvern vafasaman félagskap eða sé að gera eitthvað af sér sem hann ætti ekki að gera. Mæntilega til að gera hann svona irrelevant í umræðunni, þú veist að svona... Já, það er verið að skapa einhver hugreiningatengst til þess að gera andstæðingin ótrúverðu. Já. Og ég man eftir því... Gengur þetta illa? Hann gerir Sigmundur greiða með þessu? Þetta er bara nákvæmlega sömu trikk, svo voru notuð 2010 þegar ég var í þinginu og við vorum að berjast gegn ISAFE samningunum. Þá var allt vitlaust og það voru fundað dag eftir dag og nótt eftir nótt og ríkisstjórn Jóhannu og Steingríms með Svavar Gesson og allt þetta fólk, þetta var með allt stjórnkerfið undir, voru með lögmannsstofur á Íslandi og lögmannsstofur í Bretlandi til þess að reyna að keyra ISAFE-málið í gegn. Ég var að berjast fyrir hönd stjórnarandstöðunar að við fengjum einhverja svona aðstoð að utan, þar að segja að þingið gæti leita sér lögfræði aðstóðar frá breskum lögmönnum til þess að fara yfir samningana, til þess að kanna það hvort að okkur bæri einhver skylda Íslendingum til þess að taka á okkur ISAFE skuldbindingarnar. Og niðurstaðan var sem sagt svo að Björn Valur Gíslason... Ég fann þess að frétt, hún er aðeins neðar í skjálfu. Já, að Björn Valur Gíslason sem að þá var svona helsti varðmaður Steingríms J. Sigfússonar fer að gera því skóna í þinginu að ég sé mútuþægur og hafi þegið mögulega einhverjar greiðslur frá breskum lögmönnum fyrir það að fá að koma hingað til Íslands og ná sér í business í tengslum við ISAFE-mál. Þannig að þetta er alveg alþekkt triks sem að Dagur er að beita þarna til þess að reyna að grafa undan trúverðuleika andstæðings. Í staðinn fyrir að ræða málin bara opinskátt. Ég sjá nú þarna að Bjarni Benediktsson þarna er nýorðin formaður Sjálfstæðisflokksins og telur þetta Rýtingstung og Óli Björn Kárason mann ég. Men tóku þessi ekki því þetta hugalaust. En þetta var þannig málkísli að þetta var það svívirðilegt að ég óskaði þetta fundi með skrifstofustjóra þingsins til þess að kanna það hvort ég geti raunverulega farið í mál við þingmannin, meiðyrðamál fyrir hann, að halda svona löguðu fram. Gerði það í ræðu? Hann gerði það í ræðu, þannig að þá naut hann friðhelgi og það var ekki hægt að Þú ert að skora á hann að segja þetta, endur taka þetta fyrir utan þinghúsið. Svo að endanum baðst hann afsökunar, en þú veist, þetta er þetta bara óþólandi, menn hafa einhverja samfæringu einhverjum málum, eins og þið hafið samfæringu og við gegn því að Íslandi að ganga í Evrópusambandið og á þessum tíma þá náttúrulega bara gerði maður allt sem hægt var að gera til þess að koma í veg fyrir það að ISAFE samningarnir eruðu samþykktir og þá verður þetta viðbröðum frá andstæðingum. Það var ekki eins og bara þannig að menn væri að gera allt, menn bara lögðu til dæmis bara sjálfur í prívat mikinn kostnað við að fá alls konar ráðgjöf og álit og annað til þess að renna stoðum undir málflutningin þannig að og sveita síðan undir því að menn sé að þiggja fé þetta er náttúrulega alveg fráleitt. Þetta er svona í dag, ég hef verið að skrifa á Facebook bara þegar ég hef ekkert haft að gera einhverja svona hugleiðingar þessi Evrópumál og hver eru viðbröðin? Já, að ég sé hysterískur, að ég kunni ekki að lesa, að ég skilji ekki íslensku og núna eru nýjustu kommentin þau, hver er að sponsa þig? Hver er að greiða þér fyrir þessi skrif? Það er enginn að greiða mér fyrir þessi skrif. Ég er bara þessara skoðunar og hef verið þessara skoðunar í 30 ár og barist gegn því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það er enginn að borga mér fyrir það. En svona til þess að downgrade fólk, þá er farið í þessar svo eru notaðir svona frasa eins og ég sá að mann eitthvað að Kristján Þorgerður sem nefndi á sem fyrirhundu blaðamannfund á föstudaginn að þau eru áhyggjur á afskiptum erlendra ríkja, veit ekki hvað og hvað svo alltaf bara eitthvað tóm þvæla en menn tala með þessum hætti og menn einhvern veginn teiknum eitthvað svona mynd
Svo nú bara fyndi að þegar tala Dag, sko, ég meina, Dagur hefur nú skipt sér af kosningum í erlendur ríkjum, svo það sér ég við. Heldur betur. Ég meina, og það var, og hér. Og í opinberu stöðu, sko, sem borgarstjóri, já. Sem borgarstjóri. Og borgarstjóri í Varsjá, hann skipti svona á kosningum hér á landi fyrir nokkrum árin, 2022, þar hann hvatti Pólverjar Ísland til að kjósa Dag, og því að 2 árum áður þá hafði Dagur blandað sér í kosningabaráttu í Pólandi hérna fyrir vin hans sem var þá í forsetaframboði. Þannig að þú veist, menn geta talað með alls konar hætti, sko, en svo bara, það ekkert að baka við þetta, sko. En ég nefnum ekki að mikið meiri tíma í Dag B. Eggertsson, en svona rétt kannski lokið bara til að ljúka þessu, sko. Hvað önnum mál sitja í þinginu? Hvað önnum mál? Meina, þetta mun einhvern veginn, ég hugsa að þetta mun taka töluverðan tíma. Já, umræðum þetta mál líkur auðvitað bara núna eftir helgi og þá fer þetta bara inn í nefndina og ég vænti þess að það verði En hún þarf að skila svo sen aftur í þingsal. Já, en ég vænti þess að það verði einhver málefnaleg vinna inn í nefndin til þess að svara þessu spurningum sem ég er búin að vera að nefna og fleiri þingmenn og þeir sem sitja í nefndinu munu óska eftir gestum og umsögnum málið og bæði formið og efnið, sko. Já, þið hljótið að gera það. Já. Ég meina það eru strax komnar ábendingar það að það þurfi að leita til dæmis til Feneyjanefndarinnar til þess að Feneyjanefndar Evrópuráðsins til þess að kanna það hvort að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla uppfyllir þau skilyrði sem að svo nefnd gerir til þjóðaratkvæða. Ég var ekki búin að heyra af því. Það er hugmynd sem hvort spurningin er svo leiðandi. Sko, Björn Bjarnason hefur verið að benda á þetta. Já, við þurfum að fá þetta bara eitthvað sérfræðing. Og ég bendi nú á þetta í apríl í fyrra í grein. Sko, það er alls konar svona atriði sem að þarf að fara í gegn. Verður byrjað að kalla mál þú finnur leið og þið byrjað að tjá okkur eitthvað þessi mál? Nei, og svo er þetta inn í nefndinni og svona. Svo kemur þetta væntanlega í maí inn í þingið og þá er 2 vikna frí falla niður þingfundir í 2 vikur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og auðvitað skil ég svona smá gremju sveitarstjórnarmanna og þeirra sem er í framboði núna út í þetta mál, þetta er að taka smá sviðið frá sveitarstjórnarmálum, ég meina það byrjað á því, sko, en svo óttast menn að þessar 2 vikur fyrir sveitarstjórn, þegar þingið á að vera í róli, þá verður þetta samt sem áður í uppnámi einhvern veginn og verði frekt til fjörsins. Þannig að, en í öllu falli verða ekki þingfundadagar þá. Og þá erum við komin inn í 18. maí, þegar þingið kemur saman og þá eru í rauninni bara nokkru dagar eftir til þess að afgreiða stórmál eins og fjármálaáætlun. Hún auðvitað kemur núna einhvern veginn í apríl á hún að vera lögð fram. Og það eru ákveðni dagar sem eru lagður undir hana og einhver fleiri mál svona sem að þarf að afgreiða. Og nei, ég held að það verður nú ekkit, að verði erfitt að kalla málþóf þótt að menn tali nokkra daga við seinni umræðu þetta þjóðaratkvæði. En hversu löng sú umræða verður get ég ekki sagt til það veltur þetta mjög mikið á hvernig tiltekst í nefndinni sjálfri. Hvernig tiltekst að leggja bara málið fram skýrmerkilega, kannski kemur einhver breytingatilla við þessa þingsályktunartillögu, ég veit það ekki og ef það næst samstæðum eitthvað slíkt, ef það þarf, ég veit ekki hvort það þurfi einhver með hugsa orðalag, mér finnst orðalagið einhvern veginn glannalegt, þannig að mér finnst nú trúlegt að koma einhver breytingatillögu það, en vinnan í nefndinni, hún verður að vera góð til þess að það skapist einhver friður í þingsal afgreiðslu á þessu mál. Það eru þrennt sem að mér langar til þess að nefna í þessu. Ef að ég væri að vera á þingið þá myndi ég velta því fyrir mér hvort að það veri efni til þess að breyta orðalagi spurningarinnar, sérstaklega ef að það koma einhverjar ábendingar það frá svona utanakomandi aðilum sem að fjalla faglega á vettvangi alþjóðastofnana þjóðaratkvæðagreiðslur, hvort að það þurfa að breyta orðalagi spurningarinnar. Það er að segja hvort að efni máls kalli á það að þjóðin sé bara hreinlega spurða því hvort hún vilji gangi í Evrópusambandið eða ekki. Þetta er það fyrsta. Í annan stað þá finnst mér nú að svona þó ekki væri nema tillitssemi við þjóðina og þá sem eru að bjóða sig fram í þessum sveitarstjórnarkosningum að dagsetningin verði færð aftur í október, þú veist, frestað mánuð. Þannig að fólk sé að minnstakosti komið heim og þjóðfélagið sé komið almennlega af stað þegar lokar sprettur þjóðaratkvæðagreiðslunnar fer
fer fram. Ég myndi nú huga að þessu. Og síðan í þriðja lagi, sko, þetta mál ekkert prívatmál þingsins og heldur ekki utanríkismálanefndar sem að fær væntanlega þingsálftuna til umfjöllunar. Hefur ekkert komið til greina að nefndafundirnir verði opnir. Og ég nefndi það, ég kallaði eftir því í ræðu í þessu. Þannig getur bara fylgst millilega löst með því sem þarna fer fram. Að þekkir það bara að margir þingmenn, þeir nefnilega, þeir breytast svolítið þegar þeir eru konur í beina út. Ég hef alltaf verið þeirra skoðun að það sé ekki til að auka virðingu þingsins að hafa þingfundi opna, sko. En kannski... Sko, ég var einu sinni á móti þessu að hafa þingfundan. Ég nú bara orðin hálfgerð pírata í þessum efnum, svona almennt. Ég held bara að það ætti að opna alla þessa þingfundi, alla nefndafundina. Hafa það bara opna. Ég sagði ekki á móti, ég sagði bara að það var ekki til þess að auka virðingu þingsins. Nei, það bara margt fróðlegt sem kemur fram í á fundum fastanefnda Alþingis sem að margir gætu haft gaman af að heyra. Ég set núna í velferðarnefnd sem ég hef ekki setið í áður og það bara mjög fróðlegt að heyra frá gestum sjónarmið þeirra. Það sem kannski hætta við að hafa þá svona opna að oft koma gestir og halda að þessi trúnaður á því sem framfer í fastanefndum sem það ekki nema í utanríkismálanefnd í ákveðnum málum. En auðvitað virða menn það að menn ekki að vitna í gesti orðrétt eða með nafni. En maður fær auðvitað svona kannski það svona aðeins mönnum þykir léttara að ræða bara opinskátt kannski mál sem eru oft kannski erfið. Menn að koma frá stóru ríkisstofnunum og svona menn láta gossa þannig það væri vont að missa það. En eins og að móti segi ég, sko, auðvitað eiga þeir sem að koma fram fyrir hönd ríkisstofnuna og fyrirtækja og að koma fram gagnvart þinginu, þeir eiga auðvitað bara að hafa hrygg í sér til þess að standa með því sem þeir að segja. En í þessu tilviki þá færðu kannski einhverja gesti frá erlendis frá sem að hafa það bara atvinnu til dæmis að fylgjast með framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna. Þú færð prófessora í lögum og ýmsum öðrum greinum til þess að fjalla málið sem að auk þessu varðar almenning og þjóðarhagsmuni. Þá finnst mér eðlilegt að minnst kosti fjölmiðlar og almenningur hafi bara, ef þeir hafa áhuga, aðgang að þeirri umræðu. Þannig að maður þurfi ekki að treysta því að einhverju viðreisnar maður komi síðan út af nefndafundinum og fara að túlka fyrir mér hvað kom fram á honum. Ég vil bara geta lagt mat á það sjálf. Algjörlega. Og það var svona í fjölmiðlamálinu. Þú veist, þá voru oft lokaðir fundir, svo komu menn út af nefndafundi og fóru að tala við fjölmiðla. Og það var bara eins og þingmennirnir höfðu verið á sikkurum fundinu. Nei, þetta menn alþekkt. Bara túlkuðu út og suður það sem framkom á fundinu. En og sérstaklega í þessum töluðu orðum nú utanríkisráðherra að funda með utanríkismálanefnd og ég hefði haldið að það hefði verið sérstaklega mikilvægt kannski að hafa þennan fund opinn. Ég veit ekki hvernig það fór, hvort það var kallað eftir því að hafa hann opinn en það hefði verið, held ég, gott að hafa þennan fyrsta fund hennar með nefndinni. Það var nú deilt það mikið í þinginu umræðu. Þó að væri nú bara ekki nema í nafni upplýstar umræðu, Já, af því að hún hefði átt að koma fyrir nefndina að mínu mati og margra fleiri á þinginu, þá hefði hún átt að koma fyrir nefndina áður hún laði fram málið. Það var nú umræðan á mánudaginn mjög mikið en þau túlkuðu þingskapalögin þannig að það þyrfti ekki að þetta veri þingsrán til og samráði væri við þjóðina og allt eitthvað þvæla. En í öllu falli hún í dag að ræða við utanríkismálanefnd og í framhaldinu vona ég að nefndin fari í ykkur að djúpa vinnu og fái marga gesti og ég sammála og það verður okkur að kalla eftir því að þessi fundi verði opnir. Það væri gott. En svo er annað mál talandi um þessu opnu fundi. Ég sá í fréttum í dag bara að Ísland einhvern veginn búin að kæra sig með dýpri hætti en ég vissi til áður inn í málshöfðun gegn Ísrael. Málshöfðun Suður Afríku gegn Ísrael. Og þá komið mitt formaður utanríkismálanefndar og sagði, þetta var kynnt á utanríkismálanefndarfundi einhvern tímann og einn þingmann sem þar situr sagði, það var einhvern mann lagt eitthvað mjög óljóst minnisblað áform þetta, en þetta hefur ekkert verið rætt.
og ég bara sem almennu þingmaður sko, sem seti ekki utanríkismálanefnd, ég auðvitað spyr eins og ég hef spyrt margóft áður. Akkur bara þingmenn í utanríkismálanefnd sem eiga að fá upplýsingar þetta? Þetta stórt mál sem að þingið á að fá tækifæri til að ræða og á að koma til kasta þingsins. Ef Ísland að fara að höfða mál gegn svona bandarlegs þjóð sem að Ísrael sannanlega sko, með okkur vestrænu lýðræðisríkjum með þessum hætti. Og þetta ekki bara það sem Dalvíð kallast dyðaskreiting? Þessi málsvörn, ég bara játa, ég veit ekki eitt nánari mál, ég veit það bara að ég gerði athugasemd við að Ísland hafi skilað greinagerði þetta í þessu máli í febrúar fyrir árið síðan. Ég komst að því í mæ á síðasta ári, komst ég að í febrúar hefði Ísland skilað greinagerð, það var sko ríkisstjórnin nýtekin við, þingi ekki komið saman, en það var allt í hendi ykkur að greinagerð í málshöfðun Suður Afríku gegn Ísrael. Og ég bara gerði athugasemd til þetta og svo gaf utanríkisráðherra skýrslu utanríkismál eins og hún gerir einu svona ári og það ekki minnst einu orði á þetta. Í utanríkismála skýrslu utanríkisráðherra. Og ég spurði hún þetta og fékk engin svör sko, hvernig á þessu stæði, en það mál átti hins vegar raunverulega að vera bara eitthvað svona dyðasett, bara greinagerð sem einhvern veginn átti að vera svona sín eitthvað að Ísland, ég veit ekki, Ísland væri gegn stríðskast eða hópmorðum sem það ekki einu sinni, það liggur alveg fyrir sem að Var einhverju vafa það? En þetta mál núna sem kemur í dag, mér sýnist að það sé af öðrum toga og aðeins dýpra heldur en það sem ég Þannig skil ég það. Ég skil það þannig að Íslenska ríkið sé núna að kæra sig sem sagt inn í þetta mál með svo kallar meðalgöngu, ég ætla nú ekki að fara að drepa áheyrendur á því að útskýra það. 2 lögfræðingasettunu, við erum búin að fara í eitthvað vanreifa þýðir. Nei, að kæra sig inn í málið, væntanlega til þess að hafa eitthvað efnislegt fram að færa þar eða til þess að gera eitthvað kröfur. En það sem ég skil ekki í málinu sko er að, ég veit ekki betur en að Suður Afríka hafi þennan málarekstur fyrir 2 eða 3 árum síðan. Sko ekkert af okkar nágranna þjóðum, bandaþjóðum hefur tekið þátt í þessari málsókn og hvað sem mönnum finnst þetta stríðin á Gaza og það allt saman. Hvað heldur Þorgerður Katrín, hvaða áhrif heldur hún að hún hafi á þennan málarekstur allan? Við höfum ekkert að gera í þennan málarekstur, þetta sýnist mér eitthvað tóm vitleysa. Forkastanlegt. Þetta er með þetta forkastanlegt. Ég meina, Norðurlöndin taka ekki þátt í þessu eftir því sem það voru Tyrkir. Það voru svona okkar helstu nágrannar af þeim sem að stóðu þessari málsókn sem að komu að henni í upphafi. Ég meina, enginn af okkar vinaþjóði eins og segir Norðurlöndum eða Evrópu. Ekki Bandaríkjamenn, ekki Þjóðverjar, ekki Norðurlöndin. Þeir eru bara alvöru menn sem kunnar ekki á utanríkismála. Þeir eru ekki alltaf eitthvað populisma á. Og eina sem upp úr þessu að hafa er að mögulega skaða hagsmuni Íslands til lengri tíma. Það er það þetta sem að almannahagsmunir umfram sérhagsmunir? Er þetta hluta því? Já, greinlega. Það lítur að vera. Nei, ég meina, þú veist, það er bara að vera Þetta er algjörlega fáránlegt. Já, þetta er frálegt. Og eiginlega bara kjánalegt. Já. Við höfum ekkert þarna að gera, sko. Nei. Já, annars sem er kjánalegt, bara svo við fyrir nú að hrætt yfir, ummæli innviðaráðherra Icelandair í helgina sem voru algjörlega út úr kortinu. Svona réttur upprýðan þá, sko þegar RÚV fer að staða í fellum viðskiptafrétti þá er alltaf eitthvað skrítið. Og RÚV er búið að vera með upptökið af því síðustu viku og daga að markaðsvirði Icelandair, sérst gengi félags hafa lækkað svo mikið í kaupullinni að auðvitað hefur þessu hugmyndir að koma upp áður en það hefur bara enginn tekið hana mjög alvarlega. Að markaðsvirði Icelandair sé orðið það lítið að erlendur aðrar getur ekki verið keypt félagið og listað upp og fengið meir út af því heldur en að treysta á gengið. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra, hann er spurður þetta og segist af áhyggjur af þessu og fer einhvern veginn að tjá sig hlutabréfamarkaðinn, vill nú að hlutabréfamarkaðinn sé áhættusettan en hann er og jafnvel sko svo ég rættum með hans og RÚV það hvort að ríkið þurfi mögulega bara að kaupa hlut í félaginu til að missa ykkur landi. Sko, þú veist, ég ætla ekki að fara mjög dúpt í þetta en þetta er samt, þú veist, þetta er skráðfélag. Alls saman, þú veist, hvað munum kann að finnast rekstur eða vörumerki Icelandair, sko að þú veist, ráðherra getur ekki tala svona, sko. Svo fyrir utan það sem er kannski stóri punkturinn, ef að ráðherra einhver ráðherra eða stjórnmálamaður vill bæta rekstur
hvað sér, Icelandair eða annar flugfélag hér á landi, þá eru bara til fjölmargar leiðir til þess, annar en að kaupa hluti þeim, sko. Já. Ég meina, Til ég að sammála því, lækka skatta, það er eitthvað algjörlega regluverk. óháð því hver á í hlut. Ráðherrann, hann á ekki að tala með þessum hætti rekstur skráðra félaga. Þetta og þegar hann segir sko vera mjög áhyggjufullur, þá er veruleg hætta á því að yfirlýsingar af þessu tagi valdi bara mjög miklu tjóni. Meira tjóni heldur en hann sjálfur getur staðið undir. Og hann er greinilega ekkert búin að kynna sér rekstur. Veit ekki neitt. veit ekki neitt málið, stígur bara inn í það. Og hvert var markmiðið með þessu? Akkurat, sko. Hvað, er hann að leggja eitthvað til eða hvað er hann að... Nei, þetta er mjög undarlegt. Þetta er mjög aðfinnsluvert. Já. Og ekki forstjóri bara Boeing gagnvart Icelandair, heldur fann líka nú að gagnvart þessu. skipafélögunum vegna þess að þau eru eftir því sem ég best veit líka skráðamarkað. Hann talaði líka um þau. Já. Þannig að þetta er mjög ámælisvert hjá ráðherranum og hann á alls ekki að tala svona. Eitt af það sem að flugfélögin og skipafélögin eru náttúrulega að eiga við, það er þetta ETS-mál sem þú myndist nú á þann, Já. sem að, eins og þú segir, var bara lægt hér inn í íslenska löggjöf Já. í síðustu aldarviðræðum. Já. Og við erum svolítið að súpa segið það kannski í dag. Já. Þetta er svona dæmum. Og þetta er salamiaðferðin, kannski, þetta byrjaði með álinu, sko, fyrst innleitu við reglur Evrópusambandsins þetta viðskiptakerfi og þá var áliðnarinn undanþegin og þá voru allir á þingi, já, ok, það er allt til, þá, menn bara spurja á þingi, hvað áhrifur þetta? Enginn af því íslenskur áliðnar er undanþegin og íslensk stóriðja, sko, og þá er þessu bara slætt svona inn og engin umræði á þingin þetta er alveg hræðilegt að lesa skjölin í þessu máli aftur í tíman. Svo þetta kemur í ljós að það var ætlunin var að setja síðan láta deila fríkvótum og sem að myndu síðan feita og þegar fyrirtækin hérna fengu svona fríkvóta, sko, þá er þetta að sjá menn að þeir geta fara að treyta og selja þá og græða. Flugfélögin fengu líka upphafi strax úthlutaðum svona fríkvótum og íslensku félögin hafa verið að selja þau, gerðu það í upphafi, gátu nota þau í sínum rekstri, en eins og bara Íslendingar eru bara svo mikið í núinu, núvitundin er góð, þá verða menn samt að hugsa stundum 10 ára aftur í tíman. Vegna þess að á þessum tíma, það var lág bara fyrir tilskipun Evrópusambandsins, þegar maður gerir bara útlista nákvæmlega hvernig þessum fríkvótum, hvernig þeir áttu losunarheimildir, hvernig þeir áttu svona smámsaman að fasa út. Og þangað verið komið árið 2021 og 2022 þegar skipafélögin síðan tekin inn í þetta. Og eftir sittum við núna með flugfélag, við erum bara meitt íslensk flug sem þarf að fara að kaupa þessar loftslagsheimildir og skipafélögin og svo framvegis og stóriðuna. Og þetta er ekki smá peningar. Já, þetta er bara hræðilegt. Og því miður hafa margir vinir mínir, hægri menn, einhvern veginn þegar þetta var að gerast, þá heldur menn að menn væru kannski svo klárir að þetta væri svona einhvern frí market environmentalism, svona einhvern svona frjálsmarkaður í umhverfismálum. Málið er að þetta er engin markaður. Þessi ETS-markaður er gervimarkaður. Hann er búinn til af stjórnvöldum með einhverjum uppdiktuðum kvótum, einhverjum loftslagskvótum sem er síðan deilt á eitthvað út í upphafi og hverjir hafa, sko, ég geta sagt hverjir hafa mest grætt á þessu, það er þetta bara einhverjir spekkar, það er bara voru fjárfestar sem voru að kaupa þessa kvóta í upphafi og hafa verið að víla og díla með þetta. Þannig að þetta er engin markaður, þetta er engin frjáls markaður og svo segja menn, og að því ég svo spyrja alltaf, og hver er árangurinn af þessu? Hver er árangurinn verið fyrir loftslagið af þessum málum? Já, og við áttum umræðu við umhverfisráðherra daginn. Bergþór Ólafsson bað sérstaka umræðu minni með eða munnlega skýrslu þessi mál og þá segir ráðherrann, já, árangurinn er það hefur nú dregið úr losun aðeins hérna í Evrópu. Nei, sko losun hefur aukist eftir þetta. Vegna þess að menn hafa flutt losunarframleiðslu úr Evrópu til Kína sem kallar á losun þegar menn keyra drasli til Kína og svo aftur þegar menn fljúga með það aftur inn í Evrópu. Þannig losun hefur bara aukist. Og fyrir utan það, og þótt að væri einhver samdráttur losun, þá er það ekki út af þessu markaði og það er engin raunverulegur árangur í samdrætti losun.
losundum minn setna á Íslandi sko, þótt að allur samdráttur hér sko, það myndi ekki skipta neinu máli í stóra samhengi heimsins og þetta bara mál sem menn verða að fara að taka til í og koma sér út úr og ég verð að segja við atvinnulífið sem að er loksins að ranka við sér í þessu vegna þess að þeir eru núna að missa þessa fríkvóta auðvitað var það þannig að þessi mál voru innleitt hérna inn að því menn flutu sofanda feigðar ósi bæði stjórnmálamennir en stjórnmálamennir kannski sérstaklega því að atvinnulífið var líka sofandi og menn bara verða í atvinnulífinu að vera sko heiðarlegin með svona að jafnvel þótt að gagnist heim í einhver mjög skamman tíma, einhver ávinningur af einhver svona bulli, að þá verða menn að hafa lengri tíma sína þetta og taka höndum með innlendum stjórnmálamönnum sem er að reyna að koma í veg fyrir Þeir eru ekki eitthvað byrjaðir að gera það, mér sýndist þeir nú vera á okkur með fundið þarna út í Brussel til þess að reyna að fá gott veður gagvart þessu. En mér finnst nú... Ég gott veður, nefnir það bara að fara út úr þessu. Já, ég meina það. En þú veist, mér finnst bottom line-ið í þessu vera það að þetta er bara skattlagning. Þetta er skattur sem við Íslendingar eigum ekki að bera og það voru gerð mistök að taka þetta upp í íslenska löggjöf og ég veit ekki betur en að þetta sé einmitt dæmi það hvað kemur út úr svona aðlögunarviðræðum þegar menn eru að laga sig af löggjöf Evrópusambandsins og fá það síðan sko lóðbeint í hnakkan síðar og í þessu tilviki þá erum við hérna bara með reglur eins og í tilviki í tilviki flugsins ég meina hvað er Icelandair að fara að greiða 4 milljarða í þennan skatt á næsta ári og við vitum alveg hérna hvar sá reikningur endar hann endar auðvitað hjá þeim sem að kaupa sér flugmiða það hækkar bara flugmiðin við þetta og skatturinn er lagður á til þess að hvetja almenning í Evrópu til þess að ferðast með lestum og við sitjum hérna Íslendingar með engar lestir en skattinn og hærri farmiða. En eitt annað sem er líka latrið sem hún nefndir hérna í þessu að þetta er skattlagning. Já, þetta er ekkert annað en skattlagning. En því mun meiri er ósvífnin að læða þessu inn í gegnum EES-samningin sem að hefur ekkert með skattlagningu að gera og meiri sér það þannig að Evrópusambandið sjálft sá málaflokkur sem eru utan við Evrópusambandssamvinnu eru skattar. Þannig að ríkin hafa forráð sköttum. Þarna nær Evrópusambandið að læða skattheimtu en það sem hefur að gerast í Evrópulöggjöfinni sérstaklega í þessum umhverfismálum það er ekki bara þessi ETS einingar heldur víða að það er þó þeir hafi ekki skattlagningavald að þá eru menn að setja inn í þessar reglur sem að löndin síðan innleiða allskins kröfur á atvinnufyrirtækin í landinu sem að leiðir til mjög mikillar gjaldtöku og gjaldtaka vegna þessara krafna hún hefur aukist svakalega á atvinnulíf í öllum greinum, ekki bara flugið, ekki bara skipin eða álið, heldur líka landbúnaðin og fleiri greinar. Umhverfismálin, nýju sósíalismin. Þú veist, ég ætla ekki að vera móti því að við förum vel með umhverfið. Þetta er... Búlisögðu það hugsa vel okkur. Já, þeir eru góðir. Þetta er bara of allt og langt gengið. Á endanum bitnar þetta bara á venlegu fólki. En það er rétt sko á þess að draga þessu mikið lengur sko að punkturum með það atvinnulífi svo líka verðinu sko. Já. Þú veist, það er þannig að svona áminningu það að menn þurfa að standa í lappirnar þarna alltaf. Vera að vakta kerfin og fylgjast með því sem að gerast og ekki sætta sig við hvað sem er. Nei. Menn að viðskiptar á stuttinu í öflunavotturinn á 2016 sko, svo dæmis þingi sko. Þeir voru algjörlega rángstæðir þar. Algjörlega. Þú veist, þannig að Já, atvinnulífið sko líka var nýttist ákaflega illa eftir hrun sko, skulum ekki gleyma því, menn voru með samviskupið og gengu samfélagið með hausinn undir hendinni og þorðu til dæmis ekki að hallmæla því eða andmæla því að samkeppniseftirlitið fengi miklu meiri valdheimildir heldur en það hafði áður haft og það hefur ekki tekist að vinda ofan að því núna árið 2026 þannig að auðvitað það verður allir að taka þetta til sín og það verður allir að vera á tánum og það sem er brýnast kannski núna í umræðinu, það eru þessar aðelda viðræður að menn verða að fatta það í atvinnulífinu að þeim kann kannski að finnast, heyrðu við fáum undanþágu eða aðlögun
eitthvað tíma hérna, eða við fáum undan þá frá þessari reglu hérna, okkur tíma, þá erum við sáttir, sko, að svona. Nei, þeir verða átt að segja á því að slík aðlugun og undanþágur, þær geta síðan breyst bara eftir 5 ár. Það er ekki nóg, það er ekkert að marka og það er ekkert fengið með því að fá undanþágu frá einhverjum gildandi reglum í Evrópusambandinu, þær geta breyst eða fá einhvern aðlugunar tíma sem með bara einhver tími til þess að, einhver ár til þess að innleiða bullið. Eina sem blífur ef að menn vilja fara inn í Evrópusambandið, það er að fá það er að útiloka í aðildarsamningi tiltekna þætti. Þetta verður atvinnulífið átt að segja á. Ég heyrði að þú rugglaðist núna á því að tala aðildarviðræður en ekki aðlugunarviðræður. Mér finnst ágætt að þú veist að því að fólk orðið svolítið rugglað á þessu. Mér finnst ágætt að við tölum bara umsóknarferlið. Það er það sem þetta sem er framundan ef menn segja já. Erðu, gjafaleikurinn heldur áfram? Já. Þeim er meira handi ykkur. Já. Þetta er ekki til sölu reyndar, því miður, en þetta eru jólasveinnir. Þetta getur við notað. Þetta getur við notað. Þetta getur við notað, golfvarðir. Þetta er golfanglaði, mert þjóðmáli. Sem vinur okkar Íti House of Brands byggur til okkur, byggur til fyrir okkur. Þetta er fyrir golfmóti fyrra sem við heldum, við ætlum að vera með annaði sumar. Já, glæsilegt. Bæði á Írlandi og svo í Borgarnesi. Ég held ég komist nú ekki til Írland, sem ég get sagt það að ég hef spilað á Carton House sem þið eruð að fara og ef það eru einhver sætir laus fyrir einhverja þá hvet ég þá til þess að reyna að koma sér á staðinn. Ég er búin að tryggja mér. Stórkostlegur staðinn. Já, við getum mögulega tróðið einhverjum inn. Og svo voruð þið með frábært golfmót náttúrulega í Borgarnesi. Já, ætlum að gera aftur og þeir sem fá að vita fyrst að því eru náttúrulega gestir þjóðmálastofunar. Þannig að þeir sem farin á þjóðmál.is og skrá sig sæðir í þjóðmálastofuna. Ég meira þess að í þeim golfklúbbi líka sem er aukaðild. Er golfklúbbur Borgarnesi? Já, í Borgarnesi, já. Ég misti af þessu móti þarna en ég heyrði nú aðalega sögum af miklum veitingum. Það hefði verið svona, þetta var neila svona einhver matarveisla eða matarupplifun. Við hugsum alltaf vel okkar gestir. Golfklúbburinn í Borgarnesi, svo ég komið því nú að, er svona dæmigert, er svona, ef ekki að segja, glæsilegt dæmi það hvað einkaframtakið getur gert. 18 holu glæsilegur golfvöllur sem að bara fólkið á svæðinu með sínu einkaframtaki og fyrir sína eigin fjármuni og vinnu byggðu upp með, þú veist, það er búið að gróður setja svo mikið þarna og rosa gera þetta allt saman glæsilegt. Og ég hef bara spilað þarna í bara einhverju fráleitlega góðu veðri. Þetta er og í góðu veðri er þetta bara veðurselt á Vesturlandinu ótrúlegt. Þetta er vel gert og vel til fundið og þakka kærlega fyrir þetta fyrir beint bara hversu látum búa til við þurfum kannski að setja bara sölu í netverslunum okkar inn á þjóðmál.is en kíkið inn á þjóðmál.is og skráðu ykkur þar í þjóðmálastofuna, kíkið á vörurnar sem eru með þetta sölu. Talandi golf, það eru goldaðar hjá Echo skóm 20. mars, sem byrja 20. mars það er næstu viku. Þannig að komum þó að því með vinum okkar Echo, þá erum við nýjan lið þettunum sem heitir viðmældu stíg á svið. Ég ætla ekki að biðja ykkur um að stíga upp á svið og dansa, en ég baði ykkur að finna eitthvað mál svona til að fjallum sem að ég var ekki búin að setja á dagskrá. Maður þarf að gera það í góðum skóm. Þannig að þú varst ekki búin ég heyri strax yfir, þú varst ekki búin að vinna heimauðuna. Nei, ég var búin að steinglima þessu. Hvaða mál eru? Ég baði ykkur bara 2 svar. Já, mitt sko. Það er rétt. Ef við komum þessu setna í þettunum. Við hugsaum þetta eitthvað. Ef að býða með að reyma okkur skóna og en hrósvikunar, voru þeim með það? Ég var bara svo ánað með Þetta er bara svo að vera með tossabekk hérna sko. Við erum búin að vera mjög upptekinn sko. Já, ég veit. Látt ekki svona. En mér dettur strax ég er svo ánað með þennan leik hjá Real Madrid í gær að ég verða eitthvað hrósa Valverde fyrir frábæra frammistöðu. Ég sé að strákarnir eru ánægðir. Spánarvinnur. Ég var með hetju vikunar af því að hvort sem þið trúið þið ekki þá dró konan mín mig í það að fara að ganga á gönguskíðum og hún gert það svolítið og það er erfið íþrótt. Svo var ég að horfa á sjónvarpið og var að sjá okkar þáttakanda á ólympíuleikum fatlaðara í skíðagöngu. Og maður hefur sjálfur sko gengið á skíðum, bæði á fótum, en hún er bara með hendurnar. Það er hetja vikunar. Ótrúlega öflug. Situr á einhverjum svona, einhverjum svona stól og ítir sér
miklar vegalengdir Já, á það er magnað. göngustígum. Já, vel gert, hún er hetja. Já, það er verðskuldar hrós vikunar. Já, Það gerum við með vinum okkar á Hótel Akureyri sem að hafi gistar. Já. Hótel Akureyri. Já. Frábært hótel. Ég er að fara að gísla núna á laugardaginn. Það er flokksásfundur miðflokksins Já, á Akureyri. ok. Ég ætla nú ekki að þanga. Þú hefur við ekki skemmt okkur sigur? Nei. Við erum leinigestir. Hátíða kvöldverður. Já, ég held að bjóði mér ekki endilega. En ég var með, sko, ég ætlaði að velja, sko, sigurvegara vikunar. Já, þú mátt það líka. Var það ekki? Já, þetta er rós með frjálsri aðferð. Já, sko, sigurvegari vikunar hjá mér eru talsmenn ríkisrekina fjölmiðla. Mér finnst svo, og við komum kannski að þeirri frétt á eftir, það eru náttúrulega miklar breytingar á íslenskum fjölmiðlamarkaði og það er ljóst að einkareksturinn hefur átt mjög undir högg að sækja og nú er að verða miklar breytingar af þeirri ástæðu og mér finnst alveg ótrúlegt að stjórnmálamenn í dag skuli ekki horfa á bleika fílinn í herberginu sem að er ríkisútvarpið. Já, þeir vita á hann, þeir eru bara ekki að gera þetta í því, sko. Nei, og þá munið þeir standa eftir með sko, við munum standa eftir hérna á endanum með eina fréttastofu, ríkisins, eitt dagblað og síðan svona minni fjölmiðla sem að fjalla þjóðmál. Já, svo okkur litlu þeir eru að verða þurfum að standa í stappi í fjölmiðlanemnd og já, svo þarf þú að vera svara fjölmiðlanemnd og einhverjum svona nei, við bara þá fyrir við bara norður Hótel Akureyri og hugum okkur þar eða eitthvað, köpum okkur eitthvað skó eða það er nýr samstæðari, Rapid fyrsta skiptið þetta með okkur í dag þannig að þau ætla að koma sterkinn með okkur og ef við ætlum að gera góða hluti saman þar, við ætlum búin að vinna með Rapid reyndar lengi þegar sjáum netverslunina fyrir okkur eða greiðslumiðlunina þar þannig að við bjóðum þá velkomna þannig að annar aðli reyndar líka Amper, eru það á rafmagnsbílum eða? Ég er á svona hybrid. Nei, ég er á bensínbíl. Vinur okkar í Amper, þeir eru með þessar frábæru hleðslustöðvar, bjóða hlustundu þjóðmála fyrstu 2 mánuðina fría í áskrift. Það er engin stoppkostnaður nefnilega við þetta. Nei, þú bara setur upp stöðuna. Hvar getur sett hann upp? Bara heima þér. Hvar? Bara, þú byrð í miðbænum, það er ekki margt. Ég byrð ekki í miðbænum, ég byrð bara í vesturbænum og ég er ekki með bílastæði. Ertu ekki með bílastæði? Einu sinni bílastæði, nei. Okay. Og það er bara verið að setja gjaldskyldu fyrir framann, þannig að það er útilokað fyrir fólk í vesturhluta borgarinnar að vera með rafmagnsbíl. Þú heyrir bara í Amper, þeir finna laust fyrir þig. Já, Þeir gera það, áttu þá við í 101. Já. Í vesturbænum. Ég bý í 107 sem að þú lítur að sé ekki í vesturbærin. Þar eru þetta ekkert vandamál, sko. Nei. En sko, ein sem er allan að búin að vera að hlaða mikið í nokkra daga og vel hlaðin, það er Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formað Framsóknarflokksins sem að tók upp á því að hún er greinilega búin að vera með góðan straum í sinni hrestuð, þegar hún skiptir þingflokksformann. Núna, var það ekki svo sem viðbúið? Er það? Já, við nættum bara 5 manna þingflokkur enda, sko. Já. En Ingibjörg Ísaksen er búin að vera þingflokksformaður. Það er náttúrulega öttu kappi í þessu formannskjöri. Núna er Lilja komin orðið formaður og þetta setjur þingflokksfundi við ætlum það ekki að hafa því sem að tristir er þetta ekki bara eðlilegt? Nei, ok. Ég ætla ekki að tjá mig þetta er ekki bæði einu stendur manni of nærri og bara á hæðinni sko í húsnæði Alþingis og Smiðju. Já, þú kýst að tjá þig. Ég kýsa, nei. Verða erfið samtöl á kaffistofunni að vera að tjá þig þetta? Já, maður fær eitthvað. Veist. Stefán Wagner er ágætis maður og eflaust náinn samstarfsmaður Lilju, en fyrir mína parta þá hefur mér fundist Ingibjörg Ísaksen standa sig bara býstna vel svona út á við sem talsmaður og þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Hún hefur verið svona öfgalaus og ekkert mjög afgerandi en bara svona fínn talsmaður finnst mér þeirra sjónarmiða. Ég hefði talið að hefði verið klókara án þess að, þú veist, ég veit auðvitað ekkert það hvernig þessi barátta á milli þeirra var. Kannski hefur hún verið mjög blóðug, ég veit ekkert það. En hafa hún ekki verið það. Þá hefði nú frekar haldið að það væri klókara hjá Lilju að sko draga hana Ingibjörgu nær sér, frekar heldur hann að ýta henni frá sér vegna þess að það er ekki eins og að sé
sé fjölmennur Nei, þingflokkurinn Auðun Garðar Grési þarna. í Framsóknarflokknum, sko. Og við vitum það líka að Sigurður Ingi þetta mjög náinn Ingibjörgu, þannig að ég gerir ráð fyrir því að ef að hún er ósátt að þá sé hann það líka. Já, þetta verður mjög það verður bara mjög sköld að fylgjast með þessu hvernig líka Lilju reiðir af ekki sitjandi á þingi en hún er samt, hún eiga það hún er búin að koma vel inn í umræðina svona síðustu daga á vikur, hefur tekið þátt í spjalláttum og fréttatímum og kemur svolítið fram fyrir hönd flokksins. Já, og sér í þingi. Þetta hefur verið oft svona til umræðu, svona fræðilega, bara er hægt að vera formaður flokks og sitja ekki á þingi og menn hafa minnst svona í mínu ranni eða svona í kringum mig metið að þannig að það væri erfitt og vissulega er það erfitt en ég hef nú alltaf verið þeirra skoðun að það sé ekki útiloka. Þetta veltur svolítið á bara aðstæðum og líka mönnum og það er auðvitað ekki lengur þannig eins og var hérna áður fyrir að þingið væri með eina ræðustólinn sko. Menn eru bara sín ein fjölmiðl þess vegna eða menn, það er bara veldur hver á heldur sko. Já. Og Lilja hefur komið ágætlega undan þessu og hefur alveg náð að marka sig og tekið þátt í umræðinu þessi helstu mál sem hafa verið núna á þingi sko. Já. ESB og er hann lætur alveg mun sig í þessari umræðu. Já, umræðu efnahagsmálin og Evrópumálin. Ég sá þetta ekki fyrir að þetta myndi ganga upp sko. Og sérstaklega að vera utan þings svona lengi sko, ef við gefum okkur það að ríkisstjórnin seti út kjörtímabilið sem að ég held að sé nú alls ekkert víst að þá er það býsna langur tími. Ég man alveg þegar Sigmundur Davíð kom inn í stjórnmálin, þá var hann utan þings en það var í 1 ár. Hann kom inn í þing og var svona að leggja línurnar með sínu fólki en maður fann það alveg og sá hvað það var erfitt sko að geta ekki beitt sér. Já, en eins og ég segi, ég held að tímatin hafi svolítið mikið breyst bara undanfarið upp á það að reyna að koma að sjónarmiðum og svona, en það er auðvitað kannski meiri vinna en býður upp á einhver tækifæri held ég líka. Ég held að það verður fróðlegt að sjá hvernig tekst að höndla þetta. Já, bæði það og líka að finnst mér dálítið endur skilgreina sko erindi Framsóknarflokksins. Ég var á tímabili komin þangað fyrir ekkert svo löngu síðan að mér fannst ekki alveg ljóst sko hvert erindi flokksins væri lengur. Ég veist að það ekki vita það sjálf. Nei, og mér sýnist Lilja sko vera svona að reyna að marka stöðu í þessum Evrópumálum og gera sig gildandi í efnahagsmálunum. Byrjar þar, svo sjáum við hvert það leiðir okkur. Já. Eða leiðir þau, ég ætla nú ekki að fara munstra megin í Framsóknarflokknum. Það verður spennandi að sjá hvort þau styðja þessa þingsályktuna tillögu sko. Með að því ég Evrópu það getur ekki verið. Heldur þú það? Já, mér fannst ég vera að greina og ekki bara þingmönnum Framsóknarflokksins heldur líka Sjálfstæðisflokksins svona greina þennan tenders, greindi það í orðum manna, ég er auðvitað ekkert að móti þjóðaratkvæðagreiðslu og svona, mér fannst menn vera svolítið sumir að opna fyrir það, að þora ekki, bara einhvern veginn, að því að það bara, fólk telur sér sjálf trúum að það styðji ekki þessa dellu þingsályktun að þá verður bara hægt að herma upp á það að það treyst ekki þjóðinni, það er auðvitað bara algjör fásinna, sko. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta raðast bæði Framsóknarflokknum. Ætlið þið að greiða atkvæði gegn tillögunni? Ég mun greiða atkvæði gegn tillögunni. Já. Nei, ég bara spyr. Ég hef ekkert rætt við neitt það, hvernig menn ætla eins og hún er í dag. Já, ég er að segja að þú minnst að svolítið ráðast af því sko, hvernig spurningin verður á endanum og hvernig umræðan þróast. Af því að það er líka kostur í stöðunni að segja bara, látum bara þjóðaratkvæðagreiðsluna fara fram, tökum bara slaginn það, hvort það verður sagt já eða nei. Sko. Það er alveg slagur sem að væri hægt að taka, bara berjast gegn þessu, ekki atkvæðagreiðslunni sem slíkri, heldur að afla veginu fylgis. Það er bara svona þjóðaratkvæðagreiðsla eins og hún sett upp með þessum spurningum og það er greinilegt að ríkisstjórnin ætlar ekki að upplýsa samningsmarkmið, það er bara fásinna að bjóða upp slíka þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, við rættum það í upphæðu þáttar, það er fráleitt.
ég sammála því. En þannig að, já, þetta, en hérna er gaman að fylgjast með hvernig þetta gengur, þetta nýja konsept í svona langan tíma með formann utanflokks. Já. Það fyrst að þið komið ekki mál, ég í ekkoskóm sko, þannig ég skal bara stíga á sviðið með eitt Ég var komið með eitthvað nýtt, ég var Þannig aðra mál, já. að það bara rétt örstutt, þannig að stýrifast ákvörðun næstu viku. Já. Það við höfum ekki rætt efnaðarsmál og við erum alltaf mjög eins og kannski pólitíkin þessa dagana við upptíkin að þessar ESB umsóknarferli. Við gerum alltaf, ég sé að langfresturinn og gera ráð fyrir því að Seðlabankinn haldi óbreyttu stýrivöxtu næst í samanlega greining Íslandsbanka var að gera ráð fyrir því að Seðlabankinn myndi hækka vexti Er það ekki svolítið bratt 25 púnta? Kæmi það ekki mönnum óvart? Jú, það myndi gera vextir það. myndu hækka? Já, ég veit það ekki. Þannig að þú veist, þetta er Jón Bjarki var að tala um það. Já. Það væri kannski skynsamlegra að fara í smá hækkun núna í staðin fyrir að taka þingra högg síðar. En sko, ég hugsa bara að þú veist, þó að Seðlabankinn hækki vexti, mun ríkisstjórnin einhvern veginn túlka það sem einhver skilaboð til sín að gera eitthvað? Nei, örugglega ekki. Hún hefur ekki gert það hingað til, sko, og það er það sem að skortir í efnahagsmálunum finnst mér, að sko, það fari hérna í kostningar og með einhver áformum það að fara að beita sleggjunni og svo laga til í ríkisjónum og farið í eitthvað þjóðarátak eitthvað sparnaðaráð og ekkert að þessu skiptir máli að það hefur neina þýðingu sko. Svo ganga mál ekki eftir eins og þau höfðu vonast. Þá var það bara bílaumboðum að kenna og bensinstöðunum. Já, það eru bensinstöðunar og bílaumboðin og allt er einhverjum öðrum að kenna heldur en þeim sjálfum. En ég held að sko nú færi hveitibrauðstöðunum í þessum efnum að ljúka vegna þess að fólk er farið að finna það á budtunni að verðbólgan er orðin þetta há, vextirnir eru þetta háir og þeir munu mögulega hækka og það er komin tími til þess að mínu mati að ríkisstjórnin fara að taka ábyrgð á efnahagsmálunum. Hætti að benda á alla aðra sem sökudólga í málinu heldur en sig sjálfa þegar allir vita að þau eru aðal brennuvarkarnir. Ég meina þau taka við ágætis búi. Þau auka ríkisútgjöld rosalega. Þau hækka öll gjöld og skatta sem þau komust í og bættu við nýjum. Laun árið 2025 hækkuðum 11% hjá ríkinu á meðan þau hækkuðum milli 6 og 7 á almenna markanum. Ég meina við hverju býstu? Auðvitað hækkar verðbólga, hún að minnstakosti lækkar ekki við þessar aðstæður. Og þá verður ríkisstjórnin, ef hún ætlar að ná einhverjum árangri á þessu sviði, að fara að taka málið til sín og bera einhverja ábyrgð á efnahagsmálunum og gott fyrsta skref væri þá það að hætta við þetta málum tengingu bóta við vísitölu og þá sýna fram á það að þeir kannski eða gefa það að minnstakosti til kynna að þetta fólk taki eitthvað mark á fagmönnum og fræðimönnum á þessu sviði og bara yfir höfuð öllum. Þú veist svarið við því, sko, þau eru ekki fara að gera. Nei. Og bara, ef þau myndu gera það líka, þá væri það kannski til maður sem þau væru kannski að senda smá signal, vísbendingar það að það eru ekki öll mál einhver pólitísk skiptimynd eins og þetta búið að vera að það sem af þessu kjörtíðanbili, þá eru bara málin á þinginu búin að vera öll einhver pólitísk skiptimynd. Og þetta bótamál er örgulega pólitísk skiptimynd. Ég bara gerir ráð fyrir því að flokkur fólksins sem er á móti Evrópusambandinu og aðild Íslands að Evrópusamband hafi sagt, all right, við hleypum Evrópumálinu ekki í gegn nema við fáum þessa Ég meina fjármálaráðherra sjálfur hefur sagst vera ansnúin því og andvígur því að gera þetta. En alltaf einu, sko, þá bara segir hann að þetta er bara svona og margt í mörgu. En maðurinn náttúrulega er reynda búin að viðurkenna það að honum líði ekki vel í vinnunni og hann átta sig á því að hann sé ekki að standa sig og var ekki einhver könnun að koma núna að hann væri að menn bara það var spurt já, hann bara við staðið sig illa 72% telja Daða það var mjög fullur vikunni könnum með að markaðsæða og það er að vera fellin sko yfir komandi stýrivast ákvörðun meðal annars og þá kemur þetta fram, já, 72% aðspurða og Daði sko sjálfur harmar það fjármálaráðherra og hvaðst alls ekki telja sig vera að standa sig nógu vel í vinnunni
Af hverju skildi það vera? Það er búið að benda honum á þetta. Ég meina, hann hækkar hér, síðustu áramótin, hækkar hann, mjög illa. hann hækkar kolefnisskattana á eldsneytið 30% síðustu áramót. Þá hafði hann sem sagt hækkað þessa skatta 100% á einu ári. Þá hafði þeir hækkað 100% á einu ári. Hann hækkar vörugjölduna bifreiðarnar líka á síðustu áramót. Hann æðir í þetta kílómetragjald þarna þótt að allir segðu við hann að kerfin væri ekki tilbúin. Og hvað höfum við núna hérna? Þetta er náttúrulega ekki hægt, sko. Fólk að fá rukkunum kílómetragjald upp á kannski 100.000 fyrir 1 mánuð og alls svona þvæla. Kerfin bara springa. En aðalega eru þessi skattar sem hafa hækkað á bifreiðaeigendur. Það má segja, sko, þú tala brennuvarga, sko. Ég meina, hann raunverulega bókstaflega helti olíu á eldin á þetta verðbólgu bál. Það er ekki hægt að vera með betri myndlíkingar í þessu vegna. Þetta er ekki myndlíking, þetta er nákvæmlega svona. Þetta er bara staðan. Og nú er spurt, sko, nú eru þau, við ætlum að gera einhver efnahagspakki. Hvernig væri bara að byrja að draga tilbaka þessar skattahækkanir sem að voru áramótin? Draga það bara tilbaka. Já, og það sem meira er, það sem þið þurfa líka að gera, er bara að horfast í augu við raunveruleikann. Þetta eru verkefnin. Þetta eru vandamálin sem þeim var falið að leysa. Þau að fara í það verkefni. En í staðin fyrir að gera það, þá farið að sækja með þetta Evrópusambandinu, taka þátt í einhverjum málarekstri fyrir alþjóða stríðsklæpadómstólnum og skipta sér að einhverju þvælu sem að hefur ekkert með hagsmuni Íslendinga að gera beint, sko. Og sama tíma kemur fara í þessi verkefni og fara að gera eitthvað fara að stunda einhverja verðmæta sköpun og stytta kannski biðtíma fyrir heimilislækna. Það var að koma ágætt skýrsla út þarna, var ekki viðskiptar á Íslands sem að hringdi greinilega allar heilsugæslur á landinu og baði reynda að panta tíma og kemur í ljós að þetta bara einhver fráleitur biðtíma eftir heimilislækni. Ég er enda þeirra skoðunar að fólk sé að fara allt og mikið til læknis. Fólk verður aðeins að sprauta sér niður sjálft heima hjá sér og fá sér te eins og bretinn segir put the kettle on og setja hunangi te og hætta þessu lækna borða harðfisk. Fólk hefur ofur trú á þessum læknum. Ég held að fólk hafa algjörlega ofur trú á Þetta er rosalegt vandamál. Ég er á einkareikinni heilsugæslu upp á Höfða. Það er ekki eins og í opinbera kerfinu. Það er miklu betra. Já, ég er líka þar. Þarna eru þessar heilsugæslur vantar nú miðbæinn nei, hann er þarna það er stutt þar 9 dagar það er af því að, ég meina svo miskusti í mínu tilfelli, ég myndi aldrei hringi í lækni eða á heilsugæslu fyrir ég væri búin að vera veik í 2 vikur, sko. Maður er ekki að hringja. Þú ert líka að hörkutól. Já, ég meina, ég bara sé að fólk á að gera það auðvitað, en þess vegna er vont að fá ekki tíma fyrir eftir þá aðra 2 vikur. Já, svo ert þú ekki opinber starfsmaður, en þú ert hjá ríkinu, það er að segja á þinginu. Ég get ekkert verið veikur heima hjá mér í 2 vikur. Ég verð bara að komast í læknis eða eitthvað að mér til þess að komast aftur í vinnu. Skilurðu? Þannig er það enga geran. Það er svona mig líka. Það er rétt í lokin. Við erum með hraðaspurningar. Ég fann að stunda það þegar maður fer á Kringlukróna láta gestir þar vita, maður er mikið spurður hver er að koma og svo er orðið þannig að gestir þar vilja spyrja viðmælendur spurninga. Þannig að við höfum lættið inn hér svona hraðaspurningu sem að við dempum á ykkur í lok þáttar. Þetta er eitthvað sem gestir Kringlukróna vilja vita ykkur. Já, byrja. Verið til. Endilega. Sigurður Kári. Hvenær fer Sigurður Kári aftur á þing? Spurðið gesturinn. Já, það er nú það. Þegar það verður eftirspurn eftir honum. Fara með Lilju. Fara með Lilju. Þú og Lilja komið inn í næstu kostingum. Lilju Alfreðs? Já, nei, minni bara næstu kostingum. Ekki í Framsóknarflokknum. Nei. Ég fer ekki fram fyrir Framsóknarflokknum. Nei, ég var ekki að segja það. Við skulum sjá til. Ég hef heyrt verri hugmynd. Skulum gefa okkur það ekki til að ég heldur að hann tímasettinguna meira heldur en flokkin. Var rétt að ráðast á Íran, spurði einn. Svo við förum aftur í alþjóðapólitíkina. Já, bara til ykkar. Nei, mér langar mjög mikið að segja nei, það menni ekki, og ég er nú alla jafna þannig, hvorki hef ég áhuga á Ísland kæri sinn í skoðunar og öllum þessum málum, en Íran er hins vegar hausinn á kolgrabanum á
anstíkilegastu svona óværu sem að geisar auðvitað í alþjóðstjórnmálum sem þessi kjarnorku íslamismi. Það reyndar, má ég aðeins bæti það því að þú kemur á menntaskólanum í Reykjavík. Ég veit gamlan og góðan sagnfræðikennara sem að benti á það, sem eru örugglega kennt þér, frábær maður sem því miður fallinn frá. Hann sagði út í hann, Persarnir hafa verið til vandræða síðustu 2500 ár, sko, þannig að menn verða nú svona að passa sér svolítið á því. Já, örugglega. Alveg rétt. En þetta og það alveg rétt, sko. Já, þessi svæði öll þarna. Hvað á maður að hafa skoðan á þessu? En ég held að úr því að þetta byrja núna og viðbröðin reyndar má segja, sko, að Íránum hefur tekist það sem að Trump og engum bandaríkjaforseti eða nokkru manni hefur tekist og ekki Ísraelum, þeim hefur tekist núna að sameina öll ríkin, nágrannaríkin gegn Íran. Þeim tókst það sjálfum. Og það ansi vel að segja vikið. En þessi framkoma þeirra þarna við Hormusund þarna núna auðvitað algjörlega óboðleg og það þarf að taka á því og ég sé það að margir eru að benda á það sem eru meira inn í þessum málum að það gangi auðvitað ekki eins og Trump núna að tala að þessu fara að ljúka og einhvern veginn að gefa einhvern ádrátt það að það sé bara búið að klára þetta mál. Það verði að klára þetta mál. Það þarf að hrengja, þeir eru með neðansjávar sprengjur þarna í sundinu og það þurfa að hreinsa það allt saman og það þurfa að opna þarna og tryggja siglingarleiðir. Þannig að spurningi var enda hvort það var gott að byrja. Já, sem að kannski getur ekkert verið endilega já eða nei spurning. Nei, þetta ekki já eða nei spurning, en maður getur samt sem áður sagt, sko, það búið að reyna að tala við þessa menn. Og mér finnst eins og að, sko, þeir sem eru að segja núna, já, það nú kannski frekar átt að leysa þetta mál við samningaborðið, það ekki hægt, sko. Vandinn í málinu sá að þeir sem að standa fyrir árásunum, sko, maður treystir þeim heldur ekkert sérstaklega vel og það var kannski sérstaklega Trump sem mikið ólíkindatól. En ég meina það þarf að koma þessum stjórnvöldum hérna í Íran í burtu og frelsa fólki sem býr að Þú ert ekki hrifin af Trump? Nei, ég ekki hrifin af. Nei, ég hef ekki mikla ágjörð á Trump per se í þessu máli. Það auðvitað fleiri en Trump í þessu. Hann ekki ákvarðað eitt eða neitt einn. En menn eru búinir, en þetta sýnir hins vegar, þetta ofboðslega vel undirbúið og þetta búið í bígerð mjög lengi og ekki þar fyrir utan. Trump var búin að segja við þá. Síðasta haust bara á sumar. Þetta verður, ef þið hlustið ekki, þá munum við fara inn. Þannig hann var búin að gefa alveg... Já, hættið ekki að murka lífið og eigin fólki og drepa held ég ekstra bílinu 60 til 90.000 að segja einhverstaðar. Já, og þeir eru sko... Ég ekki séð Þorgeiri Katrín þetta... Nei, með enginn að gráta og enginn að flagga ljónafánanum frá Íran. Ég sé hann ekki við ráðhúsi, sko. Ég á vini þarna frá svæðinu og fólk sem ég þekki sem að bæði hefur búið og starfað eins og til dæmis í Ísrael, sko, eins og þeir eru ekki hrættir við neina, sko, nema Íran. Og það mjög brýnt að skera þetta höfuð af þessu og freista þess þannig að stöðva fjármögnun á hryðjuverkum og þessari útþenslustefnu sem að þetta lið augljóslega og hefur langa tíð verið að rækja meðalans og sen alveg hinga til Evrópu og Norðurlanda jafnvel líka. Þannig að næsta spurning aðeins léttari. Já. Hvað eru þið með í forgjöf? 35,6. Ég veit þetta, ég mjög hissa, sko, því mér finnst ég nú ekki alveg spila svona illa en. Mér finnst þú vera með, ég hef spilað með Siggu, mér finnst þú vera með svona 24. Já, það ekki. Já. Takk fyrir það. Mér finnst. Ég held ég sé með 10,9. Ok. Já. En ég ætla að fara mjög mikið niður. Það greinlega þeir gestir sem ég rakst á í vikunni og sagði að þið var að koma, vita greinlega mikið það að þið séuð í gólfi að því að það voru nokkuð spurningar sem styrir á gólfi, sko. Já. Við höfum heldur ekkert verið að fela það, sko. Við höfum byrkt hérna myndir af okkur saman út á golfvelli og bæði farið í golfspjall hjá Loga. Tóku þátt í móti eins og var skipað saman í Holl í ykkur frægu móti. Að því, sko, eitt spurði, sko, hver hérna fullkomlega golfdagur? Það sól í Vestmanni með rigning í Skotlandi? Sól í Vestmanni, myndi ég alltaf að segja. Ég veit að þetta ég ekki komið nógu lága forgjöf til að segja. Já, bæði alveg geggjað, sko. Ég hef spilað í slagverið í Skotlandi og fundist alveg frábært, en eyjarnar eru alveg sérstakar. Ég tek eyjarnar.
Ég á eftir að spila en ég ætla að fara í Það sumar. tekur alltaf Vestmannaeyjar. Við þurfum að fara Alltaf undirbúa- Vestmannaeyjar. Ég veit að Það er einn af mínum uppáhaldsstöðum á landinu. Já, ég er samanlæður þar, bara alltaf frábært að koma þangað og ég veit að einhverjir hafa verið sendur okkur skilabóð að spyrja. Við erum að undirbúa björgkvöldar, það verður björgkvöld í Vestmannaeyjum. Ok. Já, það verður Vonandi sem alltaf- fyrst. Já. Þannig að næsta Halda spurning, það í golfskálan. það er til dæmis, Já. það er hægt að gera það. Já. Sigurður, næsta spurning var litið þín, út af liftingunum, er það morgunæðing eða kvöldæfing? Morgun, alltaf mátnar. Hversu snemma? Stundu klukkan 6, upp úr 6 á mátana. Það ámæna bara ennþá slefandi í kottan, sko. Ef maður þarf að fara, ef ég þarf að vera mætt á fund klukkan 9:30 þá reyni ég að fara upp úr 6. Ertu bara 6. til í þetta klukkan 6, bara er það lóðunum? Já, það komið svona rútínu með það og mér finnst það eiginlega betra sko heldur en seinnipartin. Maður er einhvern veginn þreyttari seinnipartin en maður er þetta búin að borða meira og svona meira orka en já, maður liftir sko ákjósanlegasti tími fyrir mig væri kannski klukkan 11. Já. Já, 11 til 1-2. Taka langan lönns Já. í þetta. Já. Ég hef fylgst með Sigriði. Ég er ekki jafn frægur liftingamæður og Sigga. En lyftingamaður En samt. við höfum, já, liftingamæður Já. samt. Svona. Og hún er helvítið öflug. Ég leið mér að segja Þú veist það bara að blóta í... Já, afsakið, það kemur fjölmiðlun enda á mig. Það gísli bara kemur. En ég nægis ekki svona snemma á mótnana. Ég er með gísla í því. Maður er einhvern veginn hálf. Já, þetta er... Það er, svo er sumt, það er svona, minnst erfið að taka rétt stuðliftu mjög snemma á mótnana. En bekkurinn og hnébegjan er auðveldari á mótnana. Eða svona, það er allt í lagi, sko. Já. Rétt í lokin, ein spurning viðbót sem að einn vildi spyrja ykkur. Veljið eina ríkisstofnun til að leggja niður? Eina ríkistofnun. Veljið eina ríkisstofnun, bara sem við leggja niður strax. Góð Eða spurning. fengið að ráða. Rúf. Já, Sko, það eru svo margar. ég veit það er bara Það erfitt að verið reyna. RÚV, umhverfisstofnun, skipulagsstofnun, matvælastofnun, Fjölmiðlanefnd. fjölmiðlanefnd, já, ég veit það ekki. Sko, því þú segir umhverfisstofnun og matur, ég meina auðvitað eru ykkur verkefni þar sem að Nei, ég tek held RÚV, að ég það er með þér í RÚV. já, Já. það ekki. Þú veist, ríkið á ekki að reka fjölmiðil. Nei. Þú veist, ef það væri ekki ríkisreikin fjölmiðil núna, þá myndum við aldrei stofnan. Þetta er bara auðvist. Heldur betur. Og ég hef áhyggjur af einhverjum pælingum sem ég heyrði í fréttunum í dag hérna, frá út af þessari sameiningu eða hugsanlegri, já, menn eru með einhverja hugmyndir um eitthvað innviða félag með RÚV. Eitthvað, ég veit ekki alveg, það er að fá nánar skýringu á þessu hvað menn eru að hugsa þarna, hvort að ríkið er að fara að stofna upp eitthvað innviða félag í tengslu fjölmiðla markað. Frábæra pæling að senda hlustundum við það inn í helgina. Já, fyrirgefðu. Hvort að það sé hugmyndan. Ætlar að færa vinuðinum í miðflótum einu og svona? Músikinn? Já, ég get gert það. Nei, ekki? Jú. Sigmundur hann var hringið með það, hann var að suðum þetta, sko. Ja, það er. Mósikinn. Já. Þessi er framleitt í Langjökli. Já, falleg flaska. Þannig að heldur betur. Þetta er mjög flott. Svo voru maður aðeins daginn sem er undan framleitt í Vestmannaeyjum. Já, heima í. Þannig að það er alls konar í þessu. Langjökull. Þetta er ótrúlega flott. Svo myndust við nú hér á harðfiskina, þið takið með ykkur hérna. Já. Þá þarf ekki að vera að hringja, ef maður er dörri harðfiskunum, þá þarf maður ekki að hringja í lækni. Ég er óseðjandi í harðfiskunum. Já. Sko, ef maður væri ekki svona dýr, þá myndi ég borða henni í öll mál. Já. Út að þú hefur svo mikið metnað í ég borða mikið harðfisk. En maður borða mikið harðfisk. Maður verður samt að sko, setja smá hömlur á sig varðandi smjörið á hann. Já, ég hef nefnilega aldrei, ég vil ekki smjör á harðfiskin. Mér finnst smjörið eyðileggja fiskin. Já, ok. Ég fæ hann reyndar soðin en ekki út af harðfisk. Einhvern tíma sá ég góða uppskrift af svona harðfiski með svona spicy einhverju svona dropa svona Nei, ekkert vera að reyna bara borða þetta. Nei, bara hugmynd fyrir hlustendur að vilja prófa áfram. Annars finnst mér best, það er bara mitt uppáhald, það er harðfiskur og Coke Zero. Sko, við viljum ekki harðfisk á þriðja vinnslustigi, sko, eins og einhverja pulsur eða svoleiðis. Það þá bara að herða þetta og ekki endilega berja þetta í spað. Ég fekk einu sinni óbarða, sko, herta lúðu. Það er einhver besti harðfiskur sem þú kemst í. Okay. En lúðan hefur gefið eftir. Hvað er þetta fyrir aftan? Þetta ekki ísubitar frá guttfiski? Þetta er ísubitar. Þetta er mjög gott. Það er gott að hafa þetta þegar svo auðvelt að taka bita. Þú veist, þetta molnar ekki og maður bara stingur upp í sig. Já. Herðu, það er bara frábært að fá ykkur þá. Herðu, bara takk fyrir okkur og takk fyrir veitingarnar og gjafirnar og... Við bara viljum að fólki líði vel þegar bæði kemur og ófer. Já.
Það er alltaf gangur á þýrendar. Okkur sigur liði vel. Já, Ekki? Jú. Að þá segi ég frábært, bara, góð helgi framöndan. heldur betur, ég bara þakka fyrir komuna. Og gangi Ykkur í sem- baróttunni við fjölmiðlanum. Já, það er Já. staðu Og fram. hérna ertu með 2 lögfræðingar sem Já, Já. já. geta komið þér kannski til aðstóðar í Ég vil meina að erindi þeirra sé vannreifað eins og staðan er núna, en Já. við þurfum að fara betur yfir það. Flott. Þið sem hlustuðu og þið sem horfðuð, góð helgi.